Heil og sæl og velkomin til leiks með okkur í mín skoðun hér á broadcast.is og þetta dagar nummer 310 á árinu, 55 dagar þar að leiðandi eftir að þessu ári, 48 dagar til jóla og fyrstu jólasveinir eru mættir í hús, þeir eru hérna móti mér en það er allt í lagi, við förum við það á eftir en hérna eru ekki í búningi í þetta skipti, það verður hérna, en nei, allu gamni slepptu og þá bara er nóg að vera og ég verð aðeins að fara yfir afmælisbörnin í dag því að hjá mér á fésbókinni er yndislegt fólk sem á afmæli í dag og stórafmæli hjá 4 af 5. Tvíburarnir Böddi og Sigga, Böðvar Héðinsson og Sigríður Héðinsdóttir eiga stórafmæli í dag og skal minnilega til hamingju með daginn. Nú Örn Svardal á ekki jafn mikið stórafmæli en hann er mikill Ítalíu aðdáandi, stórkostlegu matreiðslumeistari og á með sameiginlega vin á Ítalíu sem er kokkur og heitir Mikael og Michel og er frábær, vinnur á hótelinu hjá Buffon. Sérum hvað er þetta með matið þar og svo er hún það stóð í mér, Sandra Björk, hún á stórafmæli í dag, fertug, innlega til hamingju með daginn, röddin er farin og allt í góðu og Einar Bollason, Mr. Bollason, eins og hann var kallaði við komum út á NBA All-Star. Hann á stórafmæli, áttræður þessi elska. já. Og svo er þessi bók, hún er komin út. Hún hafa hann að kjura. Emil Örn Aðalsteinsson og Eyþór Völir, þeir gefa út þessa bók, stórkostleg bók. Og hvað heitir bókin, því að fyrir þá sem að hlusta? Hún heitir Frasabókin, íslensk snjallyrði. Stóði mér og ég var með sopa. Þú átt 2 frasa hana, ekki? Já, það er 1, feskur, bandarískur og breskur. Hann verður að vera, en hann var ekki hérna léttuljúfur kátur. Nei. Og við Arnar erum fyrir vonbrigðum. Það er bara svoleiðis. Hann var ekki. Og slíka medium rare er ekki. En allt í lagi. Þetta er yndislega og þetta er 200 blaðsíður, stórkostlegt. En að málana. Ég ætla að byrja samt á áður við förum í dómgæslanu á Englandi, íslenska handboltalandsliðinu okkar. Já, hvað heldur að 15 mörk, þú spáði 15 marka sigur. Já, ég vil menna Þú með 18. Já, þú hafði 10. Sko, við erum að tala um það að Kitty er nær þessu heldur en þú. Já, og þú varst alveg á því að Kitty vissi ekkert handbolta. Málið er að hann elti þig dálítið í þessu. Nei, ég sá það undan. Hann elti mig, sko. Hún sem að lita eftir minni, sko. Þannig að við höfum það alveg á hreinu. Ég var nú bara að hugsa okkar minnsta bróður, sko. Já, það má hugsa það í fótbolta. Í handbolta eru Færeyingar alls ekkert sérstakir. Þetta var að skrýtnasta sem ég hef hort á. Fyrirleikurinn. Þetta var... Ég er ekki viss að þeir kunni nokkuð skapaðan hlut. Þetta var bara línusendinga, þetta var bara svona eins og væri ykkur fótboltamenn inn á handboltavelli að reyna að spila handbolta eftir ykkur fótboltareglum eða eitthvað. Þetta var stór, einkennilegt Ég er alveg sammála. Þeir voru ekki góðir. Nei, þú veist, þetta var vandræðilegt að köflum, sko. Já, ég hugsaði sko í stöðinu hvað 13-14 mörgum. Ég sagði, ég er að fara rétt fyrir mér, sko, en síðan aðeins slökna á Íslendingar, ég ákveða að hægja þess á þessu. Það vill bara vera að þeir geti skorað þegar þeir bara langaði og hinir köstu bara boltanum einhvern veginn og línusendingar, þetta var... Já, alltaf komið sending út í horni og boltni fór bara 2 metri fyrir aftan beint út af og þetta var svona fullt af svona atriðum sem ég var bara, hvað voru að byrja að handbolta í gær? Já, það er mitt að hugsa og sér fannst mér annað, það sem ég fannst meira áhugavert var númeraröðunin hjá þeim að því að þetta 78, 71, 75 hvað og 40 og eitthvað og ég hugsaði með mig haldaði bara númerun síðan ég voru með yngreflokkunum og þetta bara fylgir þeim út allan ferilinn þannig að það sem þú fékkst útlita yngreflokkum ef það er engin annar með í landsliðinu þá bara spilar með það númer áfram alls saman hvort það félags eða landsliða hvað er. Já, ég veit hann Elías Elefsen á Skipagötu ekki af heldur á Skipagötu aðalmaðurinn hjá þeim hann spilar númer 71 líka hjá Kíl. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert. Mér finnst þetta sko áhugavert og mér finnst þetta líka lélegt. Já, þú veist, lélegt og ekki lélegt. Þetta er bara skrítið. Maður er ekki vanur að sjá svona ofboðslega há númer. Það lítur að vera einhver saga á bakvið. Já, ég veit ekki hver saga hann er. Maður þarf að kynnast þessari sögu það því að mér finnst þetta svona, ef maður þekkir ekki söguna, finnst mér þetta ákveðin vanvirðing við sportið. Nú? Persónulega, mér finnst það bara. Hvernig finnur það? Þetta er bara léleg. Af því að við erum bara vön því að hafa kannski 1 upp í 30.
og það enginn sem frá 1 upp í 30, þeir eru allir frá bara 60 upp í 100 eða hvað það og þetta við erum bara ekkert vönið að horfa á treyjunum með 78, 71, 45 75 Já, þetta er alveg rétt skilur þú veist, þetta er svona maður veit nokkra, þú veist, fótboltamenn maður oft séð það sem þeir fá útluta kannski númer með 26, 27 eða eitthvað á yngri og bara ákvað að halda því númeri, líði vel í þeirri treyju og þetta, en ég meina þú sjaldan sérðu heilt lið í treyju 40 plus, sko. Þannig að háa mig fótbolta, þá er bara regla, þú mátt bara útluta númer upp í 1 upp í 23. Það má enginn vera eftir, það er bara 23 leikminn hóp, það er bara frá nummer 1 upp í 23. Það er ekkert verið að velja, þú mátt ekkert nummer 69 bara því að þeim finnst að gegja fyndið eða eitthvað skilur við með, eða 99 svo Donnarumma. Til dæmis, þú verður bara hann verður bara að vera nummer 1. Það er bara þannig. Mér finnst það þurfa að gilda einhver ákveðna reglu með þetta, persónulega, því að mér finnst þetta bara skrítið, þetta stakk auga. Þetta stakk auga og líka því að spilamennska var það léleg í þokkabót og þá vilja stakka þetta enn frekar augað. Þú veist, að þeir hafði unni okkur með 20 mörgu þá þetta verið allt annað, sko. Já, þetta verið nákvæmd trendsetter, sko. Já, það geta ekkert verið á þessu nótum. Nei, ég meina að þetta er nákvæmd trendsetter bara, en þú getur ekkert í íþróttinni og líka að gera þetta, þú þarft eiginlega sko að bakka eins og vera bara mennir númer og geta ekkert. Þú getur ekki gert bæði, getur ekki neitt og vera að reyna að búa til eitthvað trend með númer og hafa þetta eitthvað fyndið, sko, þetta bara virkar ekki fyrir mig, ekki, mér leiði sér að vera að horfa á 5. 7. flokki í bara íþróttum að því að þar eru mitt númeraröðin akkurat svona. En svo var seinnileikurinn, þá unnum við með einu. Já, og við náttúrulega líka skiptum lið bara í seinnileiknum, á vissu leyti. Já, þú veist það, ég meina, það er öðruvísi en reynda náttúrulega kom hvort það var Björgum Páll sem kom eftir að leik og sagði bara, þú veist, ég unnum en við getum ekki sagt henni góðir, ég meina þeir voru bara lélegir seinni leiknum en unna samt og það er alveg hægt að tala styrkleika þar, vera lélegur og vinna samt en ég ítreka það við vorum að spila mútið færi en eins og Valtýr sagði réttilega að maður tekur marka fyrir leiknum, maður tekur ekki marka. Það er svoleiðis, sko. Tekur alltaf, það er svona 2 leikir, svona æfingaleikir, þá setur allt í þetta í fyrir leiknum og bara við ætlum að spila okkar og gera okkar besta og seinnileikurinn er yfirlega svona, já. Sérstaklega þegar þú ert að spila náttúrulega 2 leiki á 2 dögum, ég meina það er bara. Mér finnst pínlítið líka að vera að downgrada íþróttina með því að hafa 2. En það er bara svo oft svona ég veit að ég er að segja, mér finnst að downgrada íþróttina pínlítið, þess að taka hann svolítið niður, það verður með 2 leiki milli sömu þjóða á 2 dögum. En horfðu samt á þannig, hann er að velja stóran hóp, hvað er með 25-6 sem að velja í stóra hópa sinn, það eru bara 6 sem að spila inn á hverju sinni, þú veist, það eru bara, þannig að hann er raunin bara fyrir utan markmann, þú er bara með 2 hópa. Já, en að virðingu við, þú veist, að mér finnst að virðingu við íþróttina þá hefði mátt allan vera 2, helst 3 dagar á milli þess að leikja bara til þess að sýna það að þú veist að okkur alvara pínulítið með þessum æfingaleikjum, við erum ekki að gera þetta einhverju djóki, þú veist, mér finnst þetta að vera svona pínu djókfíling að þú spilar 2 leiki á 2 dögum. Þetta er bara lenskan bæði körfu og þetta er af því það eru svo fáir sem að spila inn á einu, þú ert ekki með 11 leikmenn í einu, þú ert bara með 6-7 leikmenn og mikið af leikmennu sem þú ert að prófa og þarna var þeirra tækifæri sérstaklega í seinni leiknum til þess að þú veist spila sig inn í hópin. Ég er ekki ósammála því að þú veist að þetta notar nú 2 lið, en mér er bara svona virðingu við sportið að þá mátt vera kannski á sunnudeginum, þú veist. Já, ég skil gott við. Að því að spila, þú veist, að því við spilum hvenær á föstudagskvöldi og á laugardeginum, þú veist, það var ekki 24 klukkutímar milli, sko, það voru bara 20 klukkutímar eða eitthvað. Já, veist, algjörlega sammálaður, en þú veist með það, þú kannski sá leikur hefði getið verið á sunnudeginum, það hefði svona meika messens. Mér finnst það, persónulega. Og líka til að fólk aftur á völlin kannski, þú veist, nenni fólk að fara aftur sem fóru á föstudeginum, það var að koma aftur bara strax, bara að skreppa heim, sofa og mæta aftur laugardagskvöldið og horfa á aftur. En þú veist, er ekki meiri... Betri mæting á seinnileikin. Já, ég veit að það var ekki meiri líkur og fengi meira fólki, þú veist, eða þetta væri 2 dagar á milli eða 3 dagar, eitthvað bara pæling. Aldrei ekki. En þetta var góðu leikur samt á föstudaginn. Þetta var helgi líka, Fösta laugardagur, já, komin helgi, sko. En þetta var góðu leikur hérna á föstudaginn, við getum alveg sagt það. Startar svo ágætlega. Já, mér varst líka eins og þú talar að fylgjast með svona breytingunni, að það var alveg sýnileg breyting. Mikið skorað, mikið hraði og keyra mikið og það var alveg sýnileg breyting frá því frá því að Guðmundur er búin að vera með þetta lið. En við þurfum samt að sjá það á móti sterkari andstæðingur. Já. Við sjáum það í janúar, ekki? Hvort að gameplanið virki
eins vel, hvort þetta sé á móti stóru miklu hlungunum. Já, akkurat, og liðin sem að kunna spila taktík. En ég hugsa samt að mæta liðin sem til að mynda með þunga línu með stóra mikla, þess að við höfum alltaf átt í vesinni Ungverjaland. Þeir eru mjög stórir, fysikal, hægir, að akkurat þetta setja upp, að vera bara með taka hraða miðju, vera bara með að nýta það hvað við erum. Þeir eru litlir og snöggir, skilju, að nýta það í þeim leikjum. En þú svo náttúrulega móti þjóðum sem vart að mæta þessu, til og með að mæta Japan eða Suður-Kóru eða eitthvað, þessum vart með mjög snögga leikmenn, að þá kannski þá getur þú farið tilbaka og farið í hægan handbolta. Ég er bara skítrættu við anskotas Ungverjaleik einu sinni, sko. Já, ég held að sko að reynslu meiri leikmenn og betri þjóðar, það er eigi auðveldara kannski líka með, þó að sé þungir og allt þetta, geta staði í vörnin og beði, þú veist, ekki að opna sig. Þeir eru með hlunga. Já, ég meina það, en þá er ekkert mikið að hlaupa út í 4-2 eða... Nei, þeir eru með samt, sko, skiptuna hjá þeim er ekki neins smá smíð heldur og Nei, ég meina það, sko. Og þeir get ekki skipt 4 leikmennum út, sko. Nei, þannig að... Og þeir eru bara að lifta þessu upp í rjáfur, sko. Þeir hljóta bara að spila 6-0 vörn á móti svona hröðu lið eins og Íslandi. Þeir fara alltaf að spila 4-2 eða 4-5-1 eða... spila 6-0. En þú veist að þetta gæti gefið okkur samt, þú veist, fullt af, góðum hraðaupplaupum, auðveldum mörkum, hitt og þetta, ef að Snorri Steinn nær að svona smíða þetta almennilega. Þú veist, eins og hann gerði með Val í fyrra. Það bara ræður úrslitum í það ræður úrslitum í þessu. En Viktor Gísli finnst mér vera sterkari í hvað skipti sem ég sé. Hann er frábær og við erum loksins komið með að mér finnst markmann sem er að taka 14-15 bolta í leik. Þetta var svona happa-glappa á hvorum í rauninni hvaða Björgvin fékkst, sko. Ég hef aldrei verið hrifinn af því að hafa Björgvin Pál í markinu á okkur. Að því að mér varst aldrei stígu upp í stóra leiki. Já, ég sammála því. Mér varst aftega bara frábæra leiki eins og byrjun riðlakeppni og svoleiðis, hún að byrja mótin átt vel, en þegar fór að líða inn í mótina þá fannst mér að sjálf hann er rosalega... Hann átti endar eitt leiki síðastu keppni, var ekki sem var langt liðan mótið. Hann var stórkostlegur. En ég að tala þetta var bara ein og ein frammistaða. Mér finnst Björgvin búin að vera betri eftir sem hann er eldri, meira reynsla, en þegar hann var yngri og hann var eini markmaðurinn okkar, þannig séð, ég meina hann var mestarlega bara 30 mínútur markmaður. Að þú fékkst geggjaðan fyrri hálfleik frá honum, þá vissuru og ekki seinni hálfleikurinn að fara að vera vesinn. Maður vissi það bara. Nú eru konum með 2 góða markverði. Bara þekkt frægasta dæmi er bara leikurinn á móti Frökkunum þegar við lentum í öðru seti. Þá varstu við markmann í franska landsliðinu sem varði allt til að byrja með og Björgvin varði ekki, ég held að Björgvin hefði ekki varið boltalíkur í þessu leik, sko. Þú getur ekki miðað hann. Nei, ég er ekki miðað við, en ég er að tala um bara, þú veist, hefði Björgvin haft smá, því að við náðum aðeins að vinna okkur inn í leikinn þegar líða tók á, en Björgvin náði ekki að verja, vörnin voru að taka, en Björgvin var ekki að verja henni drosalegt. Þú þarft að vera markmann sem getur tekið 14-15 bolta. Það er bara þannig. Já, Björgvin er ekki markmann sem er að taka þessu bolta fyrir okkur að heilt yfir. Og mér finnst líka bara mikilvægt þess með Viktor Gísla í markinu að þú spila varnarleik sem hentar honum. Þú veist, til þess að því að handbolti bara, þú veist, að ná langt í handbolta, það snýst mest markmannin. Þú veist, það er bara markmaður þarf að vera verið svona 15 bolta, þannig að það þarf að spila varnarleiki sem hentar honum. Það er að koma líka mikið af ungum markmönnum upp á Íslandi sem eru góðir, sko. Já. Það er mikið nefnum. Já. En það verðist vera sama svona í handboltanum og fótboltanum. Við erum alltaf í að búa til að hellinga markmönnum þegar við áttum ekki neitt. Það getur nefnilega verið Björgur Páls. Annar að koma upp í fram. Þetta getur líka Björgur Páls áhrifin að hann hafi myndi búið til fyrirmyndir. Algjörlega. Hann hafa alveg stóran þátt í þessu. Menn hafi bara lítið upp til hans að því hann var að þessu segið, þú veist, þó að mér hafi fundist eitthvað en hann átti líka alveg flotta leiki. Hann er líka svo mikill karakter. Hann er svo mikill svona, hann er svo svona hann vill gefa frá sér. Það er mikilvægt. Ég meina það er bara þegar þú ert á þessu stíði, það er ekki nóg stundum að vera bara góður íþróttamaður, þú ert líka að þú geta gefið af þér og hann hefur svo sannarlega gert það. Já. Ok, við ætlum að fara frá handboltalandsliðinu okkar yfir í enska boltan. Það gekk ekki vel hjá okkur spáin og við ætlum að ræða sem styrstum hana. Vá, Við ætlum að tala sem minnstum hana. Þú varst með 6 leiki rétta, 4 og ég var með 4. Samanlagt geta 14 leiki sem við höfum rétt af 13 leiki sem við vorum spái. Sem er ekki sérstætt. Það er umögulegt. Þetta var náttúrulega bara rosalega furðuleg umferð, bara í heildina úrslitalega séð. Þú veist það í alvörunni. Mér fannst það. Einhverju leiti, en samt sem að horfa úrslita núna og finnst maður að þetta er samt ekki svo fráleikt. Jú, Brentford með 3-2 sigur, Brighton. Það stingur í augun. Nottingham Forest var Aston Villa. Það stingur í augun.
Everton Brighton 1-1. En það ekkert óeðlegt að Brentford vinni til West Ham á heimavelli, það ekkert óeðlegt að United vinni Fulham útivelli, það ekkert óeðlegt að Crystal Palace vinni Burnley, þannig lag, ef maður horfir úrsliti bara. Everton Brighton ekkert óeðlegt 1-1 kannski. Jú, með við gæri Sheffield United 2-1 Wolves, víst ég. Nei, Everton þú veist, að taka 7. stígi sitt úr, nú 10 stig úr síðustu 5 leikjum. Já, hann horfði að leikina sem þeir eru búin að vera að spila. En það sé verið ekkert að gera með framistöðun á vellinum. Nei, það verða 12 stig tekin á. En ég meina þeir unnu Everton 3-0 7. október, töpuðu sem fyrir Liverpool 2-0. Mér finnst einu óvæntu úrslitin sem eru í þessu sigurleikjum hjá þeim eru West Ham á útivelli, 0-1. Svo að það Everton vinni Burnley 3-0, ekkert óvænt þar sko. Ég glemdi þenni í byrjun og við ætlum að þakka náttúrulega BK kjúklingi kærlega fyrir. Já. Og slísalögmunum, slísalögmun.is. Bara takk fyrir að vera með okkur, elskur. Þið sveldi svo illa á. Já, það er að ég hef afsökun sko, ég veit að þeir alltaf með pennan, skamma fólk. En ef ekki byrja bara byrjun, það er nóg að ræði þessu, þetta var ekki bara Fulham United, það var fyrsti leikur. Já. United áttu allt í lagi fyrri hálfleik, en svo réðu Fulham sko öllu í seinni hálfleik. Þessi leikur var bara leiðilegur. Það var ekkert skemmtilegur sko, en enn og aftur var skandall. Já, þetta mark sem McTominay skorar eftir 6 mínútur, ég meina það markaði bara fengið að standa, það er leikurinn það breyst algjörlega klárt, eftir 6 mínútur að komin yfir, ég meina það breytir bara myndin á leiknum. Algjörlega, þetta er svo leiðilegt að varir fara að hafa mikil áhrif. Ég meina, ég skil ekki hvað þeir að dæma rangstæð, er að dæma rangstæð það að Harry Maguire kemur ekki við boltan og þeir að dæma þetta líkum sko. Nei, sko þeir dæma á hann af því hann er að reyna við boltan. Samt er svo langt frá að geta hann er svo langt frá, hann kemur aldrei við hann. Svo kemur svipað atriði þar sem hann skorar fyrra marki á Forest í gær. Það er skot og þá standaði 3 í línu fyrir innan og 1 gerir svona. Það er bara sama, marki stendur samt. Og marki stóð. Þú veist, þannig, hann hefur áhrif á stöðu markaðar og málið er að hitt gerir þó meira út í tegnum vinstra megin. Já, og boltan eftir að koma inn í tegin. Eftir að koma inn í tegin síðan. Já, en málið er að sko, það er ekkert samræmi. Það er það sem er vandamálið með þetta varnir. Þeir eru líka að horfa á það sko, að það að Harry Maguire reyni við boltan sé að hafa áhrif á varnarmannin sem er með McTominay. Málið er að McTominay fyrir framan varnarmannin. Þannig að hvar er Harry Maguire að hafa áhrif á varnarmannin á fjarstönginu? Ég næ því ekki. Nei, það er það sem ég segi. Það er ekkert samræmi í þessu hjá þeim. Þeir eru bara út og suður, norður og niður. Þetta er náttúrulega, ef við getum talið upp, sko, var skandalans, sko, ég er ekki mikið í því að afsaka Manchester United á tímabil, því mér er búin að finnast þeir ömulegir. En það hallar á þá. Það er búin að halla rosalega á það. Af því þeir fengi ekki dæmt á sig víti í fyrsta leik. Erum við að grínast það? Bara til dæmis Tottenham-leikurinn. Ég get alveg trúið því, hefði United fengið dæmt að vítaspyrna þarna á móti Tottenham, þá er leikurinn mögulega endaður sig og það getur orðið ákveðin viðsnúningur þarna í United að vinna þann leik til dæmis af því að þú veist, þetta er svona oft svona butterfly effekt sem að gerist. Þá var undanfarinn að því sko Liverpool-leikurinn sem að marki á Liverpool átti að standa, sko. Átti að standa. Já, móti United. Móti Tottenham. Nei, það kom eftir á. Tottenham-leikur undan. Það var náttúrulega Tottenham er búið að fá mest í gegnum þetta varatriði. En við erum að horfa á hverju einustu helgi. Stóra atriði. Já, aftur og svo kemur þetta náttúrulega þetta Arsenal dæmi. Já, við förum inn í það og Wolves líka, það er hvað nóg að taka. En þú veist. Góðu sigur í United. Já, og þau þurftu að harka þetta og það er bara samt stundum þegar þú ert í vesinni, þú veist, þegar þú ert í vesinni, úrslitin er ekki að ganga, þá fer allt, þú veist, og þá þarftu svolítið að harka. Og þú þarf kannski að harka í smá tíma og þeir eru að fara að gera það aftur í meistaradeildinni núna þegar maður fara til Kaupmannahafnar, þá þurfa að ná að harka ná í úrslit þar. Ef þeir ná því, þá gæti ég trúa því að þetta svona fari að rúlla hægt og rólega. Já, svo Luton næst, þeir eru með gott rönna leikjum sem þeir ætti að geta náði sigra. Og notabene er ekki langt frá, þeir eru 60 eftir Arsenal og 60 eftir Liverpool. Það er ekkert langt í burtu en þeir þurfa það sem þeir þurfa að gera, þeir þurfa að fara að tengja saman 2-3 sigurleiki sem þeir hafi ekki verið að gera leiktíðinni og það er svolítið vandamáli hér. Svo er það West Ham, þeir voru 2-1 yfir á móti Brentford í hálfleik og maður eiginlega vissi það að þeir myndu tapa þessu leik þá. Er það? Já. Það er eiginlega betra fyrir West Ham að þeir séu undir í hálfleik
Þá mæta þær almennilega til seinni hálfleiks því að það virðist vera einhver lenska hjá þeim að reyna að halda það bara ekki að ganga hjá Moyes og stuðningsmenn West Ham vilja bara hann í burtu ekki í gær heldur í fyrradag síðan 7 leikir 4 stig í ensku úrvalsdeildinni þetta náttúrulega þessi mér fannst bara samt, þú veist, til þess að svona aðeins að fara ekki að drulla og mikið West Ham mér fannst Brentford bara drullu góður í þessu leik mér fannst þið mjög góðir mér fannst sko svona spilamennskar á áranin og hvernig þeir voru að nýta sóknarmennina sína þess að 3 fremstu þú veist, virkilega vel, ég meina þeir eru náttúrulega með sko, þú veist, Mbm og Vissa sem eru öskufljótir og svo Neil Maupay ofboðslega góður svona batta framherji sem að kemur langt niður, sækir boltan og setur hann upp í hotnin annarkvort Mbm og Vissa og þeir gerð þetta heppnaðist fullkomlega hjá þeim Meira þess að Gylfi Orra vill að Moyes fari sko. Já, ég ekki að segja Moyes er vera en mér langar samt aðeins að taka þú veist, upp hanska fyrir Brentford Grjóthæði Vestama, hann er svona Nei, þú veist, mér langar bara aðeins að taka upp hanskan fyrir Brentford af því að þeir voru mjög góðir Þeir voru mjög góðir Burnley tapaði fyrir Palace 0-2 með að við stöðu liðina voru eðlileg úrslit sko en Jói Berg, hann spilaði Já, en þau getum við ekki aðeins að ræða Vincent Kompany og þetta Burnley hvað lifir hann lengi sko, í þessu starfið þarna sko, ef það er bara hort ef menn loka og horfa fyrir úrslitin eða þetta skipta úrslitin öllu máli í þessu þeir skipta öllu máli en ef maður horfi bara á framistöður í leikjum þá er hann að gera afskaplega mikið rétt með þetta lið upp á spilalegu getun allt þetta þeir spila, sko Brentford Burnley er 68% með boltan þessu leik þeir eru náttúrulega yfir í possession öllum leikjum þeir eru á 17 skot í heildina á móti 4 sko þannig að þeir tapaði 0-2 akkurat, þannig að maður svona spyr sig þú veist, það er mörki sem gildar en svo er náttúrulega svo vont fyrir hvað er ég að segja Burnley að Lyle Foster er að markaðasti leikmaður, hann er middur og hann er líka með flestast ástendingar skilur og það sem ég er búin að vera að segja svolítið, það vantar sóknarmann það vantar ennþá meira sóknarmann núna þegar að þú veist, þegar aðal svona sóknar leikmaður er farin en bara átt ég held að þeir séu örugglega hæstir í possession jafnvel í deildinni, sko, þeir eru bara með 60% náttúrulega hverjum einasta leik hjá sér en þeir eru ekki að gera, málið það er ekkert mál að hækka possession í leikjáður þegar þú ert að spilinu á milli en á þínum eigin vallarhelmingi algjörlega, og ég er alveg sammála því, ég er alls ekki ósammála því en málið er að þú veist, ef maður horfir bara á tölfræðáttin sem er að gera þá virkar þetta impressi. Já, en ég var til að sjá svona hitakort, hvar þeir eru með boltan á vellinum í þessum high possession. Nei, ég sem svona það að þeir eru með svo mikið possession. Hvar eru þeir með mesta possessionið? Er það á sínum eigin vallarhelmingi eða er það, þú veist? Það er örugglega mikið á sínum vallarhelmingi. Og svo Eldgos. En Burnley, Vincent Kompany, ég veit ekki hvað hann fær að lifa lengi hann fær 3 leiki cirka heldur það, sé ekki meira ég nefnilega, maður hefur ekkert heyrt það Everton þeir eru alveg dánað með hvað hann er að gera þarna Everton er komið í 11 stig og -12 gerir -1 ég spáði þeim falli, sætla menninga ef þeir fá mínustíðin sem er verið að tala að þá fara þeir niður ég er ekki viss það það er ekki víst á því að Sheffield United og Burnley er með 4 og Bournemouth og Luton er með 6 þeir eru elda nokkuð stig bara niður það er ekki bara eins og Darby að byrja -12 í mínus og svo fara 7 mínus og svo fara aftur 7 mínus það var alltaf verið að taka en Brighton er svolítið að hyggsta og svolítið að tjóka einhvern veginn þetta er svona þá eru þeir í 7. sæti sko þeir eru í 7. sæti fyrir ofan Manchester United Brighton að markatölu en þetta er samt ekkert burðut til að síðustu leiki sko, þú veist, í síðustu Nei, þeir eru ekkert 8 leikjum er 1 sigurleikur það er bara svolítið að skína í gegn núna þeir byrjuðu þetta tímabil bara þokkalega vel til að segja, en það er svolítið að skína í gegn núna þessi missir á McAllister og Caicedo hann er bara ómikil bara í alvörinni það vantar ómikil en marki sem að þeir skora samt á ekki Pickford að gera betur jú, alltaf Pickford hann á svona heilalaus moment í leikjum ég rætti þetta við Hall áðan ég fór að borða hjá honum og tölum aðeins þetta hann segir sko að honum vist Pickford er óöppin að þetta er svolítið hæðina sem að kenna en mér finnst pínulítið líka fótavinna að vera slög mér finnst hann einhvern veginn lengi að bregðast við þessu boltin er svolítið tíma að koma en auðvitað kemur hann í svona pínu fallíða bolti en það sem þetta fekk mig til að hugsa í sátumark markið sem Liverpool skoraði sem treiði meila titil en Divock Origi skoraði þarna þegar fekk hann í slána það er að misa hérna algjörlega boltan upp í loftinu það er svona erfitt með að sjá boltan þegar hann er komin fyrir ofan ennið á sér þú veist í þeirri hæð hann sjá ekki hérna og hann átti sig ekki á
hvað markið sitt neitt, það eins og fatt ekki ef boltinn ykkur ákveðin hæð að koma ykkur ákveðin stefnu hvað markið og hvernig hann staðsettur því að þetta ekki fiski sem að fær svona furðulegt mark á sig einhvern veginn það sem hann algjörlega misreiknar. Nei, það líka bara þetta er meira heldur svona hann fær stundum á sig einhver algjörlega fáraleg mörk. Já, oft einhvern svona einhverju fallega boltar einhvern djók sko. En svo kemur hann oft, þú veist, í loka momentunum í leikjunum og á bara einhverja stórkostlega vörslu sem engin annar gæti varið sko. Man bara eitthvað Gauringi virðist geta skuttlað sér bara eitthvað 2-3 metra sko. Hann er mikið sprengkraft, hann er frábær raun og til hliðar og niður og allt þetta. En að horfa upp ekki hans stærsti styrkleiki. Virðist ekki vera, því hann virðist eiga erfiðleika og þegar boltan komið því svífandi áðanum og spurningum að senda hann til augnlæknis Já, ég segir, þetta alveg umræða með mörgum markmannum, hvort það sé reynilega bara sjá illa. Já, en svo var það City. Já. The sky is blue. Nei, ég meina Manchester City, þið tóku Bournemouth og með 6-1, Haaland fór út á middur í hálfleik, Julian Alvarez hann spila sennilega ekki á morgun. Julian Alvarez, hann gat ekki í þessu leik. Herru, nei, þá kemur bara Jeremy Doku. Ég veit hann góður. Vá, hvað þessi gaur góður. Annar mark í þessu leik. Það misti ég andkvöp, bara máli þegar hann sem var búin að hringsnúast með mepa. Hann fór aldrei fram hjá honum, hann var allir með framan hann. Hann var ekki að gera neitt að hlaupa í áttina hann, bara með eitthvað svona mjaðmarhreyfinga. Og gaurinn snýrist bara í hringi, hann vissi ekkert í hvort löppin og fór bara að snúast, hann snýrist í raunveruleg hring bara. Án þess að hann færi fram hjá honum og síðan bara laði hann út teg og mark. Hann er hrikalega hann er fáralega góður. Það stóðsendingar og 1 mark. 4 stóðsendingar fyrir ekki og 1 mark. Það var ekki bara hann sem var góður í þessu leik. Bernardo Silva var stórkostlegur í þessu leik. Þeir eru náttúrulega stórkostlegir. Nei, þú veist, þetta er bara það virðist ekki skipta máli hverju dett út í þessu lið. Það bara kemur einhver annar. Já, Rodri náttúrulega. Það skiptir máli hver dettur út. Sóknarlega virðist það ekki skipta máli hver dettur út. Rodri. Það skiptir líka mál, hann með flesta sendingar fram á við öllum miðjumönnum í deildinni, þannig að það er bara Rodri. Ég skal létta þetta. Fyrir utan Rodri, það skiptir engum máli hvað þetta er. Fyrir utan Rodri. Fyrir utan Rodri. En þeir unnu Wolves, 2-1. Já, á ólöglegri vítaspyrnu í lokin. Jó, ég ætlar ekki ánað með þetta. Þetta er önnur að 3. vítaspyrna sem Wolf fær á sig, á þess að brjóta á leikmanni, á þess að snerta leikmanni. Þetta er gjörsamlega gali, þetta var ekki Newcastle líka sem að... Jú, ég meina svo hafa þeir átt að fá víti á þessu tímabili, pjúra víti sem er ekki dæmt heldur. Þannig að þetta er bara gali. Við erum að tala um United ef við fengið, en Wolves... Þeir bara fá ekki neitt grein. Þeir fengu ekki móti United, það var víti. Þeir fengu dæmt á sig víti móti Newcastle, sem var aldrei víti, það var ekki einu snerting. Þeir fengu dæmt á sig víti móti Sheffield United, jú, ef þú fristir myndina, akkurat þegar þeir mætast leikmennir, þá er eins og myndi snerting, en hann dreifur síðan löppina bara tilbaka, hann snertir hann aldrei, það kemur unnur bara, ef fólk er að horfa á þetta, það er bara svona, hann bara sýnir snertingu en hann dreifur síðan tilbaka. Það er engin snerting á öðru leiti, þetta er galinn dómur, galinn. En svo er það stóra vardæmi, Newcastle, Arsenal, 1-0 fyrir Newcastle. Nú er ég búin að horfa á þetta, ákvað ég horfa á þetta smá aðeins aftur í dag. Ég fór og skoðaði nokkuð myndbönd, ég horfði á Match of the Day og sá umfjöllunum með þetta og ég horfði á þetta á YouTube og náði að zooma inn og svo skemmtilegt. Sko, ég skil af hverju, þú veist, þeir get ekki gert grein fyrir því að boltin fyrir út af og maður horfir svona ofan á þetta. Samt gert grein fyrir því. Nei, en þú horfir svona ofan á þetta, boltin er náttúrulega hringlóttur, þannig að 90% af boltanum getur verið, þeir get ekki greint það að þessi farin út af. Þá þarf, þá er það bara strax ákveð. Já, býtu. En það er eitt sem að ég veit, það var samt gert hjá United með Rashford, við erum sammála því, akkurat. Ákveði er þetta bara ekki þannig að það bara fá annarkvort línutækni. Ef þetta þarf að vera klínist, þá það bara snertiflötu boltans að snerta línuna. Ef að snertiflötu boltans er ekki á línu lengur, þá er boltin bara út úr leik, en þá býr ekki til þetta rugl, þetta vesen. En á móti, markið var dæmt gilt, en þannig það er 3 atvik. Þetta er það að fyrsta. Svo er það bakgrindingin. Hann snýr sér við, tekur boltan og setur hann fyrir, þá er það bakgrindingin. Bakgrindingin Joelinton. Sko, þetta er svolítið svona, eins og Dermot Gallagher orðaði það. Hann talaði sko, þú veist, jú, þú veist að þetta er ekki nógu clear and obvious mistök dómara til þess að VAR grípi inn í. Nei, hann sagði það ekki. Jú, hann sagði þú veist að þetta er, þeir álítið það svo, dómarinn dæmir ekki á þetta á vellinum. Sástu þetta í vellinum á síðan? Nei, en þeir tölum það sko, segir að dómarinn dæmir ekki
á bakhrindingu og þar að leiðandi þetta ekki nóg til þess að VAR grípi inn í af því að VAR grípur bara inn í að við erum að tala clear and obvious mistök dómar og þetta, hann telur þetta ekki vera svo. Núna spyr ég mig aftur United City. Nú fer ég bara því að United, ég er búin að býta, ég veit við erum ekki að ræða það. Nei, þar horfum við á vítaspyrnu dæmda fyrir ekkert, mjög lítið. Þannig klár bakhrinding, maður sér það líka á líkastöðu leikmanns að hann er að fá hrindingu baki, þú bregst ekki svona. Hann fær hann að hérna. Já. Ég er ekki ósammála, ég er bara, þú veist, það er það sem að þeir að tala að þeir sem er í VAR-herbygginu útskýringi þeirra. Það sem ég sá Dermot Gallagher segja í vellinum, hann er með 3 atvik, 3 áhersum atvik, er spurning hvað bolti hafa út af, er spurning brot, er spurning rangstöðu. Hann hefði sagt, í mínu bókum, hefði ég bara dæmt brot á bakhrindinguna og máli leist, þá var enginn að spá í sér lengur. Og með 3 aðri sem falla öll gegn Arsenal í sömu aðrunni. Já, en þetta er aldrei rángstæða, en þú veist, hann er að tala um það sem hann hefði gert. Svo fyrir hann að útskýra af hverju þeir í VAR-herbygginu grípa ekki inn í. Það er út af því að þeir bara talja þetta ekki vera nógu mikið, clear and obvious, til þess að því að dómarinn dæmir ekki neitt. Þá eru að tala um aftur ósamræmi sem er algjört í deildinni. Algjört. Þeir eru... Og ekki nóg með það, Bruno Guimaraes, hann var líka stálheppinn að fá ekki rautt spjald. Bruno Guimaraes, Kai Havertz? Nei, Kai Havertz-tæklingin, hann fer aldrei í mannin, þetta er háskaleg tækling, hún er fáránleg. Hann er með fótinn uppi. Já, en hann fer ekki í mannin, það er honum til haps. Jú, hann fer utan í fótleikinn. Já, með vinstri, ekki með löppin sem er uppi eftir hinni. En Kitti, það er ekki Kai Havertz að þakka. Nei, ég er sammála því. Þar að leiðandi er þetta bara rautt spjald, af því ef hann hafði lent á leikmannu. Í þessu tilviki, nú ætla ég að segja þér eitt. Dómgæslan sko, ef að ég ætla til með að slá þig og ég hitti þig ekki, það skiptir ekki máli. Það er bara þú gerir tilraun til þess. Ég veit það. Ásetningurinn er hinn sami. Mínum mati var þetta bara absolutt gult, fínt að leysa það með gulu spjaldi, því að hann fer ekki í mannin. Það átt að vera tvöruð, hann og að mínum mati. Og Guimaraes. Guimaraes er bara klárt rautt spjald. Ég er sammála. Hitt er debatable. Mér finnst Kai Havertz atriði vera rautt spjald, af því maður er búin að sjá, bæði á síðustu leiktíð, þú veist sérstaklega síðustu leiktíð, verið að gefa rauðspjöld fyrir mjög svipuð atriði og svo allt í hana þessari leiktíð þá verðist þú þurfa að fótbrjóta leikmann til þess að fá rauðspjöld. Sko ég er sammála. Þú veist að málið það er virðast, og ég fór yfir, ég skoðaði reglubreitingarna sem áttu að vera fyrir þetta tímabil og það var ekkert í því, heyrðu þú þarft að fara í grófæri tæklingar til þess að fá rauðspjald. Nei, sko það sem ég sé í þessu er að hann er stálheppinn að Newcastle-leikmaðurinn, hann sér hann koma og hann er ákveður ekki að klára hreyfingunum sína þegar hann sparkar boltanum til að fá hann í sig að því hann var hræddur. Hefði hann gefið færi á annar löppinu sinni hann fótbrotinn. Mögulega hann er mögulega geta stór slasaðan en þá er þetta alltaf rautt spjald. En af hverju er þetta þá ekki rautt spjald ef hann hefði, þú veist, af því að það er ekki hans. Nei, ég veit það er ekki hans, en ég held að meta bara sem svo, af því hann fer ekki í mannin. Sem er rangt. Ég veit það, en ég held að matið sé bara þannig, af því hann fer ekki í mannin. Sem er rangt. Af því að þú fær með sólun uppi. Já. Ef þú ert að reyna hlutin, skilur, hvort sem þú hittir mannin eða ekki, ef hann sparkar á eftir honum og hann hittir hann ekki, skilur, það er rautt. Ég meina, þeir þurfa bara að fara. Þeir eru bara ekki að fara eftir þessu. Mögulega, ég bara eins og segi, fyrir mitt leiti, þá varst mér að leysa þetta fínt bara með að gefa gulaspjaldi, en þetta samt opnar dyrnar, það að þeir sé að meta hlutinu svona út fyrir reglurnar, þá opnar þetta dyrnar fyrir því að þú veist, við erum þetta á þetta ósamræmi. Ef að dómarnir myndu bara drullast til þess að fara eftir reglunum og það sem er skrifað í reglubókinni, þá væru við ekki að tala um þetta ósamræmi sem hverja einu stundferð. En skemmtilegu hlutirnir eru hins vegar að gerast í VAR-herberginu. Ég var náttúrulega til að vera að fluga og vegna. Djúvill var ég til að vera þarna. Og bara taka upp bara Málið er, þetta er náttúrulega gali því að það er alltaf að tala um sko eins og Dermot Gallagher orðaði skemmtilega. Hvað er að frétta þar? Eins og hann talaði með markið sem þeir skora, að einhverjum dómurum finnst þetta að vera brot, öðrum ekki. Já. En á þetta að vera þannig, á þetta að vera mannlegt mat, hvort sé brot eða ekki, eða ætti þetta að vera bara klift og skorið, hvað er brot og hvað er ekki brot, þegar þú komið með sjónvarskjá. Fyrst við erum með VAR. Ef við hefum verið út af velli, bara ekki inn í teig, og þú sér þessa hildingu, það er brot. Akkurat, ég er sammálaður. En til þess að svara þinni spurningu, Kitti, fyrst við erum með sjónvarskjá, fyrst við erum með VAR,
þá á þetta ekki vera mannlegt, á þetta ekki vera mat dómarans, þá eru bara reglur. Ég skil, það sem ég er að segja. En ef þú ert ekki með VAR, þá náttúrulega þarf þetta mannlega, þá þarf þetta svona, þú veist, þetta svona þitt mat á leiknum að koma inn í, því þú ert ekki með hennar möguleika að skoða skjáin. Ég vil fá VAR út úr þessu vegna þess að sko, ég átti miklu auðveldara með að samþykkja mannleg mistök, einhverjum yfirsást eitthvað ánvar heldur en einhver fær að skoða þetta aftur og gerir samt mistök þá getur maður sett sig í þessi spór hefði ég getið að sé þetta? Nei það er miklu auðveldara. Mér finnst frábært það sem að gerði Jakob Aspas Celta Vigo og Sevilla. Ég ætla að vona að fá ekkert bann við þetta, hann bara klappa baki því miður að hann sneri við hann að vítaspyrnudómnum eftir að fara í varskjáin brjálaður á loka sekundu leiksins og tók skjáin bara og neldi honum í jörðina. Sko hann síðan baðst hann koma með einhverja afsökunarbein í gær, ég las þetta og ég þetta er lið og svo segja hann mig gera þetta, hann langar svo ekki að koma þess að vinna. Ég held reyndar kannski hann er líka átt á sig því sjálf kannski mista aðeins í gleðinni og þórðagleðinni í þessu en þú veist þórðagleðinni? Þetta er ekki þórðagleði, það er jákvæmt sko. Já, hann bara misti því aðeins í þessu. Já, en ég held hann alveg sé það að hann er kannski hlaupið hans á sig og hann fór aðeins yfir ekki en þetta er kannski, það væri gaman að sjá að leikmann færi bara þjálfara færi bara að gera þetta mölva bara varskjáin þannig að það var ekki hægt að kíkja í hann algjörlega, ég veit ekki sko, ég skil hann mjög vel ég hugsa, ég væri búin að gera þetta sama ég væri leikmaður, hvað þá leikmaður United eða Wolves eða eitthvað, ég væri örglum að taka út skjá og mölva. Það væri leikmaður Wolves, það væri bara búin að grilla Mér þykir eiginlega ótrúlegt að þjálfari Wolves sé ekki búin að taka eitthvað trilling hann er bara mjög kurt hann er bara svona rólindis maður það bara nennir enginn að tala Wolves af því þeir eru ekki stórlið í deildinni það er málið. Ef þetta væri United, City, Liverpool, Arsenal Nei, ég segi Manchester City, Liverpool eða Arsenal. Ég held að United ég segi United ekki inn í þetta af því United er búið að fá nóg Nei, ég er að tala ef þetta væri að gerast líka, þetta gerist í United-leikunum en þá er talað þetta, við erum að tala þetta en að þetta gerist í leikjum með Wolves þá er ekki tala þetta, nei Herri, sunnudagurinn, Nottingham Forest vann Aston Villa eins og ég vonaði og Gylfi Orra og Brynjólfur og félagar, þeir skemmtu svo konunglega á svo leik. Já, Þetta var svo típiskur leikur sem Aston Villa myndi tapa. Komnir í fjórðasæti í deildinni, þú veist það komið eins og segja, komið sér pressa á það og þeir verðist að ganga vel í Evrópu og svo bara Nottingham Forest tap. Þetta var alveg. Svo eftir á, þeir maður búin að hugsa þetta eftir á bara svona, þetta var eitthvað svo típist. Þeir eru geta verið í þriðja sæti ef þeir eru unnið Já, það sem að líka stingur augun ég held að sé annar leikunni röð sem að Sanni Jólas er tekin út í hálfleik í deildinni allavega, ég held að hann að fara út á líka Hann er ekki ennþá búin að fá bann Hann er ekki búin að játa neitt, það er málið það munur náttúrulega Tonali og Fagioli og Tonali þeir játu sko Þá fara lengra bann Já, það verður ennþá rannsaka hans hluti hvernig sem það er allavega, hann er ekki ennþá komið bann en Nottingham Forest, ég veit ekki Þeir voru góðsleik. Já, en samt ekki sko, þú veist, út frá ekki horfðanleik og tölfræðaktina, þú veist, þeir voru langt frá því að eiga að fá eitthvað út úr þessu leik. Tölfræðin er ekki leikin? Nei, ég horfði líka á leikin, en sko málið er að eins og með Þeir bara gerðu það sem þeir þurftu að gera. Já. Punktur eiginlega í þessu, þú veist, það er akkurat málið. Þeir spiluðu ná leik mjög vel. Þetta er fyrra marki og þú getur fengið svona mark á þig, en seinna marki er náttúrulega skrifast algjörlega á Martínez í markinu, hann slæðir hann þannig að fer yfir línuna þannig að áöpinn það var svona pínlítið heppni með þeim þetta kemur alveg ofbúðslega fast skot og þú veist boltinn ég veit það flögt á boltanum og físléttur og kannski snúning sko okkur að teka hann svona fyrir hinn áttina ef hann hefði verið með hinn handleggin þá hefði boltinn bara farið aftur fyrir sko þetta er svona mat sko en þú veist ég veit ekki hvort að maður þurfa að horfa mikið í þetta á Aston Villa eru þeir eitthvað rángri leið með eitthvað það koma bara svona leikir skilu ég held það nefnilega þetta er marathon þú lendir alltaf í einum og einum þeir spiluðu vel út af vellinum og mörguleiti gerðu nóg til þess að vinna leikin þeir voru bara ekki nóg aggressív fram á þetta var gott hjá piltum Robin Hood þetta var gott hjá piltum Robin Hood hvert er það? Er það þjálfari? Nei, þetta er sko Forrest sko, skíriskóur þú ert að fara ykkur líkingu hann sem að ég var þetta er Nottingham, Robin Hood og skíriskóur og Little Jón og þeir voru allir þarna þarna er sagan sko þetta vissuðu ekki? Róuhöttur þetta er Róuhöttur ég held að enginn þetta er Borg Róuhattar sko sjáu til
þannig að þeir mættu þarna með Boga og Örvar og unniðan leik. Stálu frá þeim Ríku og til að gefa sjálfum sér. Já, og þeir gerðu það þessu leik, þeir tóku stíina þessu Ríku. Ég meina að þetta er bara kærkomi líka fyrir Nottingham Forest, þeir eru búin að vera í pínu vesen í deildinni þannig laga þó þessi svolítið langt frá fallsætinu en þeir eru komið 13 stig núna. Við vorum með 10 stig en það er bara svo langt niður í þessi lið fyrir neðan að þessi hinn lið eru bara svo allt og léleg skilur Luton, Bournemouth, Burnley og Sheffield United það er að sem ekki að fara að hafa áhyggjur af Nei, þeir eru ekkert að fara niður en Luton, Liverpool 1-1 Liverpool voru bara ekkit það voru ekki góður sérstaklega góður þeir varna með Nottingham Forest voru með Mohamed Salah bara vasanum Já, Luton mennur þetta var líka svolítið fyrirsjónlegt hjá Liverpool þeir voru alltaf að leita sömu sendingum á Salah og þeir stóðu bara alltaf í mannaðn og hann bara þeir blokkuðu bara á þetta hann bara skallaði þetta í burtu, þetta var ekkert vesen Nei, en þeir voru svo nálægt í að vinna þennan leik Já, en hvað ætla Darwin Núñez að klúðra mörgum tækifærum inn í markteig fyrir opnu marki á ferlinum Sky is the limit hjá honum sko, hann bara Liverpool jafnar á 50 mínútu uppbótartíma en ég tala Darwin Núñez fekk Núñez fekk ná að færum hann fekk eitt í skauti slána gerði þetta vel að koma sér að færi og klára skauti slána hann átti að gera betur þar svo fekk hann inn í markteig fyrir opnu marki og skaut yfir stúkuna ég held að sko í alveg tala ég held að boltin hafi lent fyrir á bílaplaninu því að hann lenti á svölunum að það hinum minn eitthvað svoleiðis að því að hann það er ótrúlegt hvað hann klúrar af dauðafærum það er bara líka þú veist þetta var svona ég held að þetta sé svona leikur sem ég hugsaði sko ég sagði það er núna sér að fara að kickstarta sig í gang svona almennilega setja 2-3 á stórleik sko ég meina ef hann hefði bara sett fyrsta marki þá hefði flóðgátnar opnað sko en þetta bara þetta var bara að eiga öll lið eiga svona leik þar sem bara ekkert gengur fyrir fram að marki Liverpool gengur bara illa móti nýliðum síðast tíðanbili 1 stig útivelli á móti nýliðanum og þeim gengur áfram illa að mæta nýliðum í deildinni þannig að það er einhver líka hugafærslegt þannig að það er eitthvað vannmatt og að því að Liverpool voru bara Kloppa nú reyndar að básuna það að þeir spiluðu svona bulli í varnarleik sko. Það er ekki bara það þeirra styrkleiki okkur með ekki gera það Þeir verða að gera það. Þeir verða að gera það. Þeir eru, meina, bara við erum að Darwin Núñez. Hluta á leiknum, sko. Við erum bara að segja að Darwin Núñez er eitthvað dýrari heldur en allt Nottingham Forest-lið. Öruglega, allt, hann er það bara. Hann er það. Þú veist, þannig að sko, þú veist, hvað eiga þeir að gera? Að sjálfsögðu fara þeir bara back to basic í það sem þeir þekkja, sem er kraftabolti, vera sterkar, líkamlega sterkar landstæðingurinn og langur fram. Þetta er ekki flókið, sko. Þetta er bara svona, þú veist, mér finnst alltaf einhvern veginn þegar þú veist, þessi stórlið, Liverpool, Arsenal, þú veist, þegar þeir tapa stigum á móti þessu minnilegum, að þá er þetta alltaf umkvörtunarefni. Það er alltaf að þeir voru ekki, mætti ekki til þess að spila fótbolta. Veitu hvað er þetta ætlast til þess að lið, Luton, sé að fara að mæta og spila eitthvað tiki-taka fótbolta í Liverpool? Nei, gleymið hugmyndinni. Já, skýta bara. En hérna, það leikur í kvöld. Já, geggjaða leikur í kvöld. Tottenham, Chelsea. Já, Pochettino ég er búin að mætir að sem gamla heimaðil og er ekki búin að útiloka að hann geti jafnvel farið til Tottenham aftur. Jú, ég held að Tottenham sé búið til okkar það sko. Þeir eru konum með Postecoglou. En hann líka kom og í viðtali og ég vissi ekki að hann hafi verið hann var rekinn. Hann sagði það í fyrsta sinn núna. Hann var rekinn og mér finnst það svolítið lasta á Tottenham að því að hann var búin að gera frábæra hluti það var málið sko, hann var rekinn og hann sagði aldrei sagt frá því sem sýnir líka virðingu að gagvar klúbnum og það að því leitinu til að það útilokkar það ekki að hann taki við klúbnum aftur að því hann er að koma fram núna hvað þetta 3 eða 4 ára eða hvernig á rekinu það er ekki 3 ár síðan? Já, 3 ár síðan hann er segja frá það fyrst núna 3,5 já, svoleiðis segja frá það fyrst núna hann hefði verið rekinn sem þjálfari Tottenham en ég veit ekki, þessi leikur, með að hvernig þetta spilaðist allt helgina, þá bara Guð hjálpa okkur að vera að spá hérna leiku eftir, Guð minn almáttugur, þetta er sko... Nei, þið verið að spá. Ef hann taka núna bara strax. Ég ætla bara að segja ykkur það að Armando Broja og Mudryk, þeir eru í hópnum hjá Chelsea og en það er aldrei mikið meiðsli þar, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Lavia, Nkunku, Tjálóba og Tjúku Mega Ben Chilwell á allir meittir en hinum einn þá Udogi og Ben Davies það er ekki alveg víst hvort að þeir geta tekið þátt í þessu leik
Nei. Og þeir eru báðir hérna vinstra megin. Já, ég bara tel að meðslinn að Chelsea séu bara aðeins meiri heldur en hjá Tottenham, sko. Ég meina, Chelsea með 40 leikmenn samt. 45, nei. Og þeir eru allir jafn góðir eiginlega, þannig að það skiptir ekki máli hvað þetta margir út af, því að það er engin lykilmaður í þessu Chelsea. Já, þú veist hvað. En Chelsea eru í 13. sæti. Já, ég held að sko, ég held að spá jafntefli. Ég held að Tottenham vinna hann leik. Ég treysti að minn mann Son. Ég ætla að spá jafntefli í þessu leik. Þú vilt spá 1. Já. Og allt í Björn. Já, Tottenham Chelsea. Veitu það, mér langar að setja 2. Ég ætla að láta það. Ég sagði við ykkur á náttúrulega spjallinu okkar í gær að það væri svolítið í takt, ég er svolítið í takt við þessu umferð Chelsea myndi koma og vinna hann leik bara 5-0 sko. En maður spáir líka í því sko, Chelsea á móti, þeir eru búin að mæta mörgum stórklubum, þeir eru búin að mæta Liverpool og þeir eru búin að mæta af þessum stóru klubum, Brighton, þetta er kannski flokka þá þar, og Arsenal, þessi sterku lið. Já. Þeir eru ekki tapað neitt á móti þessu liðum, þeir eru búin að gera jafntefli móti Liverpool og Arsenal og vinna svo Brighton. Reyndar allt á heimavelli. Já, ég veit ekki að sko það væri þó aldrei að Pochettino myndi mæta þarna með Chelsea-liðið sitt og vinna Tottenham. Það er það sem ég bara að hugsa. Já, bara eitthvað svona í sögulega það væri gaman sko, ég veit ekki það alveg, það væri mjög gaman, það var alveg gaman og hérna en ég veit ekki Tottenham er miklu betra lið. Mér finnst þetta Chelsea lið bara ekki það sérstakt sko. Ef maður ætti að spá svona blákalt hvernig liðin hafa verið þá segir Tottenham sigur. Já, alltaf. Það er lítið bara skólabóka dæmi. Samt ekkert alltaf nei, svo liðin að spila núna. Þá er þetta bara borlíkjandi, Tottenham er á toppnum. Það er 14 stigum á þessu lið. Þú ert með hana Nicolas Jackson fram í Chelsea sem verðist ekki geta skorað. Með Raheem Sterling sem að skorar, tekur aldrei, tekur kannski 1 leik og 73 mörg. Cole Palmer, búin að vera ágætur síðan hann kom, tók hann að víti, svona allt í lagi, kom frá City. Með Conor Gallagher, hann á ekki verið byrjunarliðsmaður hjá Chelsea, sko. Ángríns. Ég bara, Enzo, þú veist, fín, þú veist, mér finnst það búin að alltaf lægi þess að leikti, Caicedo hefur lítið geta þetta lið er ekkert, þetta öskrar ekkert á mig eitthvað Evrópulið sko, þeir eru að fara að vera í top 6 eða top 4 bara langt frá þið. Mér finnst Tottenham liðið hins vegar bara virkilega vel samsett, mér finnst gott í jafnvægileginu, markmaður þeir eru flottur þetta er gott lið og hérna, veist, bara, ég veit ekki, það er eitthvað svona fantasy-liðinu mínu. Já, ég meina Chelsea er samt sko þannig lið að þegar og ef að næra finna töfrablöndin í hópnum hverju virka saman og hverju ekki þegar hann byrjar að finna það þá held ég fyrir að Chelsea vera mikið sterkar það eru alveg gæði í þessum leikmannhóp þeir eru með flotta leikmenn í mörgu stöðum en þeir eru spila saman sem heild það er það sem er ekki alveg að tikka hann vantar Lavia meittur. Já, ég var að telja það. Ég er að segja það, þú veist, hann er náttúrulega með svo mikið leikmenn sem meittir. En þá var hann samt með Enzo Fernandes og Moise Caicedo, þú veist, á miðinni, en að Lavia væri hann að spila að hann var heill, ég er ekkert viss um það. Ég er ekkert viss um það. Er ekki svo Caicedo sem búin að vera eitthvað frábær? Enzo var ömurlegur í síðasta, hann var náttúrulega meittur í síðasta leik. Ég held að það sé bara leikmenn nummer 1 og 2 hjá honum, á miðina. Já, ég bara, veist, ég hef bara áhyggjur af þessu Chelsea mér finnst það ekki vel balansera lið mér finnst einhvern veginn, það hefur verið keypt í bara endalaust af leikmönnum já, við vitum alltaf og eins og við vitum af því að einhver önnur lið hafa áhuga á þeim og þeir eru bara keyptir þeir fá allir einhvern 8-9 ára samning skilur og eru bara fastir þarna þangað til að þeir eru orðnir 35 ára skilur og ættir ekki að fundi blöndun á sem 8 og 9 árum eða verður með alla já, en þú veist, ég er að segja skilur hvað ef að þeir eru ekki með þetta fullkomnu mikstúru núna, það þarf alltaf að bæta inn í svo þarf að losa, þetta er bara mér finnst þetta mér finnst þetta ekki þetta er ekki eitthvað sem að en á móti þá hafa verið að ná í furðuleg úrslit með að við, þú veist, þeir tapa móti Brentford, þú veist, undan gera jafntölu móti Arsenal sem er líklega áttu bara að vinna því að þeir voru 2-0 yfir og þetta var svona bara klúður hjá þeim að henda þessu frá sér þú veist, það var ósanngjarnt jafntefli, samanlagðir þar Þeir eru að mistíða sig á móti skrýtnum liðum, Bournemouth, gerir jafntefli á móti Bournemouth, tap móti Nottingham Forest, tap móti West Ham, kannski í byrjun tímabil, og West Ham mjög góðir, þannig að það er svo sem ekkert óðalegt í það. Það er svona, þetta er ekkert svo alls slæmt, ég held að þetta bara jafntefli og svolítið er að fara með og þeir eru búin að vinna 3 leiki bara í deildinni, 3 jafntefli og tapa 4, þetta er ekkert,
United þegar múið tapa 5 leikjum, ef við tökum bara það sem dæmi, þú veist, en United bara gerir ekki jafntefli og það skilur svolítið að milli í þessum 2 liðum að hérna... Við glemdum að tala um það að það var Luis Díaz sem að jafnaði fyrir Liverpool, sko. Já. Og hérna kom inn á hann eitthvað 84 mínútu eitthvað laus og jafnaði þarna. Já. Og nú sko af þessu mannræningjamáli aðeins að frétta því hér að þeir sem að reyndu foreldurum hans, móðurinn laus eins og við talaðum áður, en nú vilja sko mannræningjarnir sem að halda föður hans ennþá, þeir vilja fá einhverja staðfestingu security guarantees. Og þeir verður sérst ekki handteknir. Já. Einmitt. Vilja fá basically bara svona immunity, friðhelgi fyrir þetta allt saman. Af hverju voru að ræna foreldrum þessu? Það komið fram. Það einhver peningar í þessu. Já, bara til hvers? Jú, var ekki búið að tala eitthvað lausnagjald? Já, það er ekkert lausnagjald. Það er bara verið að tala um að það var 7 milljónir sem getur veitt upplýsingar fyrir hérna. Hvað er bara búin að taka pappan og bara skilja hann eftir einhver staðar og svo borgaði mér og þetta er bara svo fjársjóðsleit. Það skal ég gefa þér vísbendingu. Þetta er eitthvað... Já. Það er náttúrulega bara vesen að vera... Þeir kalla sig National Liberation Army, skamstafa ELN. Það er svona, það er vesen að eiga peninga frá Suður Ameríku og það allir íþróttum, það er... Þú getur lendið þessu. Af hverju held ég að Luis Díaz er búin að plana það að flytja foreldra sinna til Englands núna bara á morgun? Já, þetta er Spánar eða Portugal eða eitthvað bara. Já, þú veist að... Ég held að hann sé ekki. Þau eru að flytja. Já, bara 100%. Það er ljóst. En hérna, svo er annað hérna í fréttum að hérna, það er með Marcus Rashford sem var ekki leikmannahópi Manchester United. Hann víst meiddur. Já, það fer nú mörgum sögum af því, ekki tvennum heldur mörgum sögum af því. Tóknar að læra eftir að hafa verið að djama. Já, það er sko það er verið að tala um sko að hann hafi verið settur í bara hvíld eftir þetta djam. Já. Hann var nú samt í hópi núna í síðasta leik sko. Nei. Jú, í bikarnum, víst. Já, en ekki í þessum leik. Nei, ég veit að ég er að segja, þú veist. En hann segir sko hann biður fólk um að hætta að vera að búa til þessar sögur og þetta gossip Rashford og bara hætti þessu bara. Það er ekkert í gangi. Nei, það sem er verið að tala um í þessu gossipi að hann sé komin upp á kant við Ten Hag og eitthvað svona bla bla bla. Já, en við hverju samt, nú ætlum ég bara að segja, við hverju býstan samt. Ég meina, þú ert að fara, ég skil alveg að þú ert ammælið, þú ert að plana ammælið með ákveðnu, þú veist, fyrirvar og hitt og þetta. Þú fer síðan í nágrannaslag og heima þetta móti Manchester City. Þið getið ekki raskat í þeim leik. Tapið 3-0. Hefðu getið tapað mun stærra. Skilur við? Og fer beint kortur eftir leik, fer bara styrtin í klefa, heim, ný föt og ert með partí. Þetta er, þú veist, þetta er ekkert okkur ekki. Að því. Það er bara sitt líf, ég meina það okkur kemur. Já, en þetta er, skilur við. Já, þú getur að gert það kannski án áfengis. Án áfengis. Þeir voru í fríu æfingu daginn eftir og það fóru hann að leikmar og fóru allir að fyllir í og svo voru þeir mættur æfingu. Það fer í og töpuðs í byggarnu þar á eftir, skilur við. Nei, ég veit allt um það, en halló, ég meina. Og ammali einu svona ári, þau munir bara hvað það skipti Jæja Túri miklu mála á sínu tíma, hann fekk ekki ammæliskökuna og vildi fara frá sitt í framhaldinu. Já. Þú veist, þú átt eitt líf, þú mátt ekki alltaf ammali þetta. Nei, það er enginn að segja mig ekki að ammali. Ég veit það, en jú, það er verið að tala um hann heldur ammali. Nei, það er verið að tala um að hann var bara með partí og það voru bara allir fyrir. Ammælispartí. Já, það er bara ekki það sem... Hann má alveg halda veislu, það er ekkert mál. Ég held að hann hafi alveg fyllt reglum Ten Hag, sko. Nei. Það eru margar myndir til af honum hann, það sem hann er að drekka áfengi. Hann er að drekka áfengi. Mega ekki drekka áfengi, eða? Ekki þegar það er byggarleikur á þriðjudegi. Veistu það í lagi? Ég veit ekki hvað reglum hans er. Þeir töpuðu sér leiknum á þriðjudegi og það er þess vegna sem miðvikudegi. Nei, maður veit bara hvernig reglunar er hérna í áhugamennskuna á Íslandi, sko. Já, ég veit það, ég er bara spá, þú veist. Ten Hag kom með reglur, núna bara áður þegar hann tók við og það voru bara gefnar út yfir hvað fjölmiðli var að tala um það hérna í Bretlandi og þetta var einn af þeim. Þú ert ekki að drekka áfengi á tímabili. Það er náttúrulega... Nema það sé sko vika á milli leikja og þú átt að leika á föstudegi og svo aftur sunnudegi helgin eftir. Gangi honum vel að fylgja því eftir á Englandi, sko.
En það verða bara samt að vera, þú veist, en þetta bara, þú veist, þú getur haldið upp á afmælið, þú getur verið með kvöldverð og þú getur búið fólki og haft, þú veist, eitthvað svona með köku og eitthvað svona þú þarft ekki að vera með partí. Þetta spurningin, þú getur verið afmælið. Hann má alveg vera með partí, hann á bara ekki að vera að drekka. Það aðalmálið. Nei, svo þetta að horfa á þannig líka, að þessi leikmenn, þeir eru að mæta, þú veist, þeir eru að fá skriljónir í laun fyrir það að spila fótbolta. Þeir eru fyrirmyndir. Sem eru að borga sig inn á leikina fyrir mjög mikið penning, var að kaupa season tickets, þau vilja bara eðlilega að leikmennin hægi sér. Sérstaklega þegar liðinu gengur illa. Leikmaðurinn ekki búin að geta neitt alla leiktíðina og þú veist, eðlilega þá þarftu aðeins að sko taka smá ábyrgð og svona aðeins að... Og ég segi hvað var það besta sem United menn getur gert núna? Fara í eitt morganskan? Í raun og vera, bara kúpla svo út. Við ætlum að fara hérna bara til Ibiza eða fara til Dubai, whatever, við ætlum bara ekki hugsa við ætlum ekki spá í fótbolta, við ætlum bara að hafa gaman sem liði nú í 2-3 daga, núlstillum okkur, bara hættum að spá í öllu öðru umhverfinu. Það getur oft verið mjög gott fyrir menn að hætta að spá aðeins í fótboltan og hvað allir aðrir að hugsa og bara ég ætla að fá að njóta þess að vera líka einstaklingur og til, haldi bambalið mitt, ef hann brotið reglur Ten Hag, sem að miðast við hvernig leikur og bla bla mátt ekki drekka, þá bara tekur hann þeim afleiðingum ef hann gert það, þá náttúrulega þannig að skamma sín, en ef hann ekki gert það, kemur þetta okkur ekki við. En ég meina ef það er leikur, en þú getur þú sér hvenær spilum við City var ekki sunnudegi? Nei, laugardegi, ok. Þú ert í fríæfingu sunnudegi, þú veist, svo bara bikarleikur á, ég held að það hefur verið þriðjudegi bikarinn. Miðvikudegi. Var hann á miðvikudeginum? Já. Ok. Ég meina ef hann hefur verið á fylliríi á laugardeginum, þú ert ekki að fara að mæta hress á æfingu á mánudeginum, sko? Bara sunnudegi, sunnudag miðvikudagur, þetta eitthvað þarna, já. En ég veit að, eins og segi, ég veit ekki hvernig reglurnar séru. Ten Hag kom í fjölmiðlum og svaraði fyrir þetta og hann sagði hann að rætt við Rashford og sagði að þetta verið kannski ekki beint í takti við spila, eða þú veist það sem í gangi á tímabilinu og eins og ég las út úr þessu, bara reynum að forðast að fá einhvern hita á okkur, einhver umræðu, reynum að halda svolítið bara innan klúbbsins af því að ef við gerum eitthvað vitlaust, ef fólki minnst verið að gera eitthvað sem við að gera, þá ætla fólk að jafnla því. Ten Hag var bara mjög kurteis hvernig hann svaraði. Ég held að það sé svolítið meira heitir, hann sé meira að komast hjá því að fá meiri hita í kringum þetta, svo fólk geti búið til einhver umræðu út frá... Hann var væntanlega brjálaður út af þessu. 100%. En ég er svolítið þannig, sko, þú veist, það skiptir ekki máli hvort til í Englandi, Ítalíu, Íslandi, Gríklandi, en vitum við eitthvað að hann hafi verið hauga fullur eða? Nei, ég bara sá margar myndir af honum með glas í hönd. Myndir af honum með áfengi. Ekki sömu myndin heldur margar. En veitum við hvað var í glasinu? Ég bara spyr, þú veist ég ekki sé myndina. Já, það var bjór og fleiri drykkir. En það er bara þannig, sérstaklega verður sérstaklega slæmt að liðinu gengur illa og sérstaklega þegar leikmaðurinn sem er verið að talað er búin að vera ömurlegur, að þá náttúrulega verður umræðan svona. Ég er ekki ósammála því, sko. Þannig að það sem segir, sko, þú ert að reyna að verja hann. Það sem segir við hverju býstan, sko. Punkturinn minn er að þeir þurfa líka að fá ekki sitt persónulega líf. Ef þeir ekki brjóta reglur liðsins, hafðu eitt á hreinu, kalli minn. Hann er í vinnu hjá Manchester United. Nei, býtu, slaka á. Hann er í vinnu hjá Manchester United. Þar eru agareglur. Já. Hann á að fara eftir agareglur. Ef hann brautar og tekur hann afleiðinguna. Miðað við orð Ten Hag, þá brauta þeir. Hann fer bara fínt í það. Málið er, þú ert í vinnu þarna. Þú mátt eiga þitt líf. Já, þá tekur hann afleiðinguna. Þegar þú hefur heimil til þess. Já, ég sé sammála því, ég sagði, ef hann braut reglur, þá tekur hann afleiðingun. En ef hann braut ekki reglur, þá kemur það okkur ekki við. Nei. Það er minn punkt. Nei, það er rétt, En maður helgarnar, hver átti hann sé? Hver er með Doku? Citizen Kane. Harry Kane, já, með þrennu. Akkur ekki Doku? Ég sagði Doku frekar. Harry Kane er að spila í Þýskalandi, pabbi. Ég reyndi að tóka Dortmund. Já, ég meina, hann hefði sett þetta í samhengi ef hann hefði verið með Tottenham að spila mútið Liverpool og hann aldrei sett 3 mörk, sko. Hann var líka bæta með í Þýskalandi. Hann var, sko, hann var að spila við Dortmund á Westfalenstadion, setur 3 í andlit á gula hernum, sko. Þegar Dortmund er svo frábært lið núna. Þeir eru búin að vera ágætir. Og þeir eru náttúrulega heimavelli. Og þetta er rosa grifja. Ég meina, þetta er fyrst tableikur Dortmund og tímabilinu. Já, og þeir eru, sko, þeir tapa mjög sjaldan heima. Það bara gerist ekki. Bara mjög sjaldan. Jú, það gerist en mjög sjaldan. Hann skorar 3 mörk og það sem meira er, hann setur met. Já. Og það er svona, þessi gæi, hann er komin í 15 mörk.
og þetta er þriðja þrennan hans á leiktíðinni og Lewandowski metið hans, hann tók það af Gerd Müller sem var búið að standa í 49 ár 40 mark hjá Gerd Müller, Lewandowski á 41 mark 2020 til 21 leiktíðin. Hann er komin í 15 núna. Hvað heldur hann sé að fara að bæta þetta? Já, menn eru farnir að rekna þetta út og miða við það, ef hann heldur áfram með þessu, þá fer hann yfir 50 mörkin og tala jafnvel hann mun samt aldrei vinna neina einhver einstaklingsvalur, sko, hann aldrei vinna Ballon d'Or en eitt svoleið, sko. Það er ekki að Bayern myndi vinna Bayern þarf að vinna þrennuna sem þeir geti ekki núna, þeir eru dottnir út úr bikarni. Þeir eru ekki með nógu gott lið til þess að vinna meistaradeildina. Þeir þurfa að vinna deildina og meistaradeildina. Þeir hefðu þurft að taka bikar líka. En okkur segir að Bayern sé ekki nógu gott lið til að vinna meistaradeildina. Og hann þarf að skora eins og engi sem morgundagur. Nei, eins og hann er að gera og halda því bara áfram. Þá getur hann að tekja Ballon d'Or. Já, ég meina, en ég held að fyrir hann skiptir þetta ekki máli hvort þið Ballon d'Or eða ekki, ég held að hann sé bara hann færið aldrei, ég ætla bara að segja ég bara vona að Bayern veri meistari bara hans vegna hann fær aldrei Ballon d'Or af því England er ekki að fara að vinna neitt á EM næsta ári bara leiðandi vinnur hann þetta ekki ég held að sé bestu félagaskipti í sögu fótboltans fyrir alla aðila Tottenham eru betra lið án hans og hann er að spila sin besta leik. Já, hann er að blómstra. Þannig að það grættu allir aðilar á þessu félagaskiptum. Þetta er mjög jákvætt að... Já, ég er ekkit ósammála því, en ég ætla hins vegar samt að segja það að Bayern er ekki betra lið. Bayern er betra lið þegar hann er inn á vellinum. Ef hann þarf hvíld eða ef hann meiðist, þá getur Bayern ekki neitt. Og það er helviti erfitt fyrir fótboltalið sem ætlar að vera á toppnum allstaðar. Þú sást það bara í bikarnum. Og þú hefur séð að þegar hann hefur kannski ekki átt sinn besta leik, þannig tekin út af, að þá er Bayern, þeir treysta svo ofboðslega mikið á hann. Hvað ef þegar hann meiðist? Mér finnst Bayern þeir munu lenda í sama vesinni og Tottenham þegar Harry Kane var þar. Þegar Harry Kane á ekki sinn besta leik, þá getur liðið ekki neitt. Já, en ég segi ykkur eitt með Bayern. En mér finnst Harry Kane frábær. Bayern og bikarinn. Þetta er alveg ótrúlega með Bayern og bikarinn. Þetta er ekki til fyrsta sinn sem slegnir út af einhverju neðri deildalegi. Bikarkeppnin hjá Bayern í gegnum tíðina er bara ekki sérstök. Það er eins furðulegt eins og þeir eru búin að rúlla upp deildinni í 11 ár í röð þeir eru ekki að því núna Leverkusen er á toppnum en ég menna þeir eru búin að vinna síðustu 11 leiktíðir þessi nú bara ekki hálfnuð einsunni þeir slefuðu með þetta í fyrra þeir unnu deildina í fyrra þeir rúluðu henn ekki upp þeir rúluðu henn upp 10 ári röð ekki fyrra þeir unnu deildina ég veit, þú notaður orðið rúlaði upp 11 ári en þeir unnu búin að vinna 11 ári röð ég veit og bikarinn það er bara eitthvað tabu hjá Bayern þeir hafa samt unni að þeir tóku þrennuna 2 ári röð með ég ætla að segja ykkur eitt þeir eru búin að vinna mjög en Bayern þarf ekki að mikla áhyggjur af því að spila án Kane síðustu 3 ár með Tottenham þá mista hann 3 leikjum 4 leikjum á þessu 3 árum með Tottenham. Já, ég er bara að segja hann meiðist ekki gæinn sko. Mér finnst bara vera svolítið svipaðir fílingarna þó mér finnst Bayern búin að flottir á þessa leikti ekki jafn góður að hafa verið en það, einhvern veginn svona að Harry Kane á bara sjá allt ef hann skorir ekki þá hann að leggja upp mörkin og hann er bara hann á að gera allt hann er í því já en ég er að segja það er bara ég held að hann eigi að gera það finnst bara gaman að gera ég held að Bayern vinna ekki titilin á þessa leikti ég held að Harry Kane muni skora 45-50 mörk en Bayern verður ekki meistari þeir unnu bikarinn síðast 2020 og unnu 2019 líka síðan 2016 2014 þú veist þeir vinna rosa tabu Já, ég menna þeir eru búin að vera slegnir út af liðum í neðri deildum og erum að tala þetta í geturunadæminu hjá Fram á laugardagsmorgun það var miklir 2 Bayern-menn þar og þeir voru að tala einhver lið á undanförnum árum sem að þeir hafa verið slegnir út svona neðri deildaliðum og þeir voru að segja það er bara Bayern sem lendir í þessu það er eitthvað svona Saarbrücken eða eitthvað svolítið þetta er ekki bara vannmatt þetta er ekkit annað Leroy Sané hann er eiga sem eitt besta tímabil sitt hann er eiga sem besta tímabil núna fyrir Bayern hann er rosalega góður hann er búin að jafna markafjölda sinn yfir besta árangurinn hjá Bayern yfir tímabil hann er komið 8 mörk núna
hann var með 8 mörk í fyrra, það var að mesta sem hann náð. Hann komið 4 stóðsendingar í deildinni, hann var með 9 þar að mesta sem hann náð fyrsta tímabilið sitt. Þannig að mér sýnist ekki allt vera Harry Kane, Leroy Sané greinlega virðist vera að njóta góðs að þið vera komið með Harry Kane með sér fram á við. Það bæinlega flott og Harry Kane frábær, en ég segi það, þeir vinna ekki þýsku deildina, ég alveg á því. Herðu, ég heldur fáum nýtt nafn á skjöldin. Og látum ég þetta já, fara með gröði. En allavega, við ætlum að fara í meistaradeildina. Það verið að spila morgun. Já, það skemmtilega leikir er það. Já, við erum með Atletico Celtic. Við erum líka með AC Milan PSG. Já, það ekki? Já, Atletico Madrid Celtic. Við veitum ekki á stöðinu yfirlunum, bara blanko, bara láta vaða. Atletico vinnur. Madrid. Já, við erum öll sammála því, held ég. Ok, næsta. Lazio Feyenoord. Lazio. Jafntefli. Lazio. Já. Það Dortmund Newcastle. Wow. Það var víst að spámaður. Þetta svolítið tryggir leikur. Þetta tryggir leikur. Nei, ég set 1. Já. Vanta bæði Tonali og Alexander Isak og þú sást bara hvað gerðist þegar Alexander Isak fór út á meiddur í síðasta meistaraleik. Það reyndar rétt. Það hrundi allt. Ég ætla að vera ósammála ykkur. Já. Ég ætla að setja 2. Já. Ok. Milan PSG. 2. Og Pioli verður reikinn. Það verður niðurlægjandi tap svona 3-4-0 og Pioli verður reikinn. Þú alltaf þessi, þú vonar að fari. 1. Núna sjáum við hvernig, 1. Heldur það í alvörunni? Nei. Af því hann er bara búin að fullera þetta svo mikið, hann teipa bara það sem að vona að fara. Ég vona að mínir menn vinni, þeir bara geta ekkert. Þannig ok, næsti leikur. Það Rauða Stjarnan Leipzig. Leipzig. Já, sammála. City Young Boys, já, það ekki þetta bara strax. Já, Shakhtar Barcelona. Ég ætla að setja X. Barcelona var með brasi í síðasta leik, sko. Það voru brasi helgina, sko. Já, ég ætla að setja 1. Já. Fyrir 2. Þú setur 2. Safe bet, eins og maður segir. Já, Porto og Antwerpen. 1. Já, ég sammálaði þessu. Já. Þeir vinna þetta á Dragao vellinum. Stadion Dragao. Já. Hvernig eru riðlarnir í þessu? Hvernig erum við að rýna þessi hvernig staðalið og hvernig hluti getur Feyenoord að vinna sinn riðil og Atletico Madrid í öðrum, en þetta er hörku keppni milli Feyenoord, Atletico og Lazio. Feyenoord með 60, Atletico Madrid 5 og Lazio 4. Þú voru ekki með Bayern að það? Það er á morgun. Það er á miðvikudaginn. Já, miðvikudaginn, já. Þannig að þetta er hvernig sem keppni 3 liða. Já, samt sko Celtic. Nema Celtic vinni náttúrulega Atletico Madrid, þá eru komin upp í 4 stig, sko, en þá þarf að Jafntefli Lazio Feyenoord og Celtic vinnur. Já, veist það gæti alveg gæst, skilur. Celtic er ekkert að eiga neitt afhróðsriðil, sko. En ég meina að þið tapa þessu leikum út Atletico Madrid, þá er þetta formulega farið. Þá er þetta formulega farið, allavega að komast upp. Líka hjá Milan, þetta getur orðið þannig að þeir eru úr leik núna. Það er spennandi riðill, því að það er 6-4-4-2, það er bara PSG með 60, Dortmund 4, Newcastle 4 og Milan 2. Milan það er náttúrulega bara farin að leik, bara guns blazing og vinna PSG. Ef þeir tapa þessu leik, þá eru þið dotnir og þá komar að fara þær ekki einu sinni í Evrópu, sko. Nei. Ég held að gefist bara formulega upp það. Þeir nenni ekkert að fara í 5. keppnina, sko. Nei, en máli er að sko þeir Jú. Nei, þeir hafa ekki áhuga. Þeir hafa, heldur að þeir mæti bara til leiks og reyna að tapa restin. Nei. Það metnaður fer. Þetta er bara þegar hausinni farið við dotnir útskilu að þá, það gengur. En ef þeir vinna þennan leik, þá er séns. Já, en þá þeir eru vonað að Dortmund og Newcastle gerir jafntefli til þess að séu 3-5, sko. Dortmund er að eiga gríðarlega óáhugaverða keppni. Þeir eru með marktöðuna 1-2. Úr 3 leikum. 1-2? 1-2. Þeir eru mínus í markatölu. Mínus 1 í markatölu. Og skora 1 mark og fókst 2. Það er Dortmund, sko. Ég held að ég átti ekki vona á sig. Það er þess vegna sem ég segi við ykkur að Dortmundalið er ekki gott, sko. Þeir eru góðir kannski í Þýskalandi. Þýska deildin er líka bara ekki góð, sko. Hún er bara ágætt. Gimme 5-deild og franska, sko. Nei, hún er nú betri. Þú fórst auðvitað með fram úr. Já, ég sammála þér. Hún fór auðvitað með fram úr. Nei. Það er alveg bara hún. City er að rúlla. Það fara vekk með fram úr. Mér sýnir City og Leipzig klára þetta bara í næstu umferð. Ég held að það sé bara þannig. City og Leipzig, já. Þú veist, það var að vita Young Boys og Rauða Stjarnan ekki sens, eftir ekki aldrei sens. Nei, og Barcelona og Porto, mér sýnist það með að við svona... Nema Shakhtar vinni Barca. Já, eins og ég spái, menna þá... Jú, það væri það gaman. Það var ekki geggjað, sko.
Ég sé það ekki. Engin Lewandowski í Barcelona og það bara... Hann ekki búin að vera í 2 ár. Nei, jú, meinaði fyrir ekki að, nei, joke, sorry. Það er Bayern, sorry. En hérna, já, nei, menn heldur... En þeir eru búin að vera í brasi að skora. Þeir eru bara búin að vera í miklu brasi að skora ánans og hérna, og ég meina síðasta leik og þeir mættu Shakhtar núna í síðastum fyrir meistaradeildinni, þá voru þeir í vesni líka. Hvenær datt Lewandowski út? Mér sýnist það bara að hafa verið í vesinu meira en allt tímabilið að skora. Já, hann er búin að vera í vesinu allt tímabilið. Já, reyndar hans í byrjun að þá voru svolítið stuði, sko. 4-5 leikjum. 4 leikjum, jú. En þú veist, en ég bara segja, þú veist, þeir eru bara í brasi með að skora. Já, þeir verðast kunnulega verjast, þeir eru heldur ekki að fá þess að mörkum, þannig að þeir verðast hafa varnarleikin í lægi allavega enn sem komið. En ég meina, ef hann fer eitthvað högt að þar, þá er þetta bara erfitt. En það virðist vera svona eins og 2 riðlar gætu ráðist bara á morgun og jafnvel Feyenoord, Atletico og Madrid líka og Atletico og Feyenoord vinna sína leiki þá er þetta nánast komið í þeim riðlum líka Lazio 4 stig eftir og það er svolítið brekka að sækja en Heyri, svo er hérna í slúðrinu, við erum búin að klára þetta Enska knattspyrnusambandið er til rannsóknar hróp stuðningsmanna Luton eða sett söng, þeir voru Hillsborough-slysið þetta var svona nýðsöngur sem er ógeðslegt og er að skamma sín Þetta var líka síðustu leiktíð sem lagt í þessu það var einhver sem mætti ykkur í treyju manstu var handtekinn þeir voru að syngja þarna ég fatti þetta ekki sko. Þetta er svo þetta er svo mikið ég bara næði þess ekki sko. Þetta er svo vitlaust þetta er bara á Englandi og bara við heiminum ég fatt ekki sko ég fatt ekki hvar er náungakærleikurinn og virðingin bara hvar er við getum ekki öll borið virðingu það er bara ekki þannig í heiminum í dag þú veist það alveg ég veit það alveg fólk fær eitthvað út úr því í alvegni fólk er í því að rífa aðra niður sem láta sjálfum sér líða betur það er bara þannig þetta er bara lútonlega lélettlið og Liverpool er stóru og flottir hvað er það sem þeir gera til að rífa sjálfum að gera sig stærri förum í þennan söng þú ert bara að gera það minni já, en þú veist, þetta er bara þetta er samt bara þeir verða bara svona miserable fyrir vikið sko þetta er bara svona mannlegt eðli hjá fólki sem líður illa og er bara pyrrað fullt út í sjálfa sig að það fer að rífa niður náungan mér finnst það bara galið þegar að vera að taka fyrir, þú veist, þegar einhver er svona þekktir eða var látist svona stórar og góðsælinna klúbba að vera að gera eitthvað þar eða einhver svona hörmulega atburður Hillsborough eða United eða flugslýsi þarna í München og allt þetta halló Já, algjörlega, en maður sér þetta bara svo allt og allt. Hvað ætli sé inn í hausnum á fólki þegar að byrja með þetta? Bara þetta er ógeðslega fyndið, við erum að syngja, og líka því að þetta er ekkert fyrsta skipti, menn þeir vita afleiðingan, en afleiðingan er bara sektir eða einhver bara lífstíðabann af öllin, einhver svona kjaftaði, bara... Svo smiklaði þeir inn, Já, þetta er bara svona fólk, þú veist, þú ert aldrei að fara að geta eitt svona fólk út úr heiminum, sko, þetta er bara þannig, það er alltaf að vera einhver fávitar. Slæmt uppeldi ef það er uppeldi þá er það slæmt ef það er ekki uppeldi ég er að segja það en hérna erum við ekki bara góð í dag Jó, er eitthvað, ég heyrðu er eitthvað að gera sér fram það verður að orða aðstoðarþjálfara Son Heimis Hallgríms hann er orðað við öll aðstoðarþjálfara giggi hjá fram Hallgrímur Heimisson já, ok vissur það ekki? þú ert að segja mér það er ég að segja það? já hann er orðað við annarkvært aðstoðarþjálfara giggi á Íslandi já, það ekki nei, það var nú alveg bara fram orðað við Hauka, orðað við ok. Við Val, búið að vorða með Fram Það voru eitthvað fleiri lið sem Ég er að tala kallalið Fram og kvennalið Vals Ég bara að lesa sko En Já, ég meina, þetta er en áhugaverð pæling en samt ég hafði leðilegt og með markmannsþjálfaran hjá Fram sem að var ráðan svona hvort það er eitthvað skemmtilega sem eftir að fjalla Segð þú okkur pabbi, er eitthvað að frétta það Fram með? Nei Nú? Það er eitthvað, sko, það þarf að vera eitthvað voðaleg gúrkutíð þarna hjólasáttálega Já, það þarf að vera meira aksjón í þessu það þarf að vera meira af aksjón í íslensku Það er nóvember, sko Ég veit það 7. nóvember Ég líður ekki þannig Það er 48 dagar til jóla, sko En vissir það er bara að fara að vera fótboltamót bara núna í desember sko. Nei, það byrjar í janúar og ég segi ykkur sturlaða staðreynd ef það væru 13 mánuðir í árinu ekki 12 eins og núna þá væru allir mánuðir 28 dagar nema einn það væru 29 þá getur allir mánuðir byrja á mánudegi og enda á sunnudegi ég væri til að búa til að þetta er góð pæling því að sko maður það væri bara allir mánuðir 4 vikur sjúklega þægileg nema kannski desember mætti við þá byrjar alltaf næsti mánuð bara 3. dag og alltaf sama rútína skilur við bara að hafa þetta gaman
Okkur ekki. Já, komdu með tillögum að breyta. 13 mánuðir. Komdu með tillögum. Já, við breytum þetta dagatalinu. 13 mánuðir í staðan fyrir 12. Hvernig datt ég 12 mánuðir? Og síðan allir svona einhverju mánuðir hérna milli sem með 30 daga. Já, 31 og allt þetta. Það var að flækjur. 1 með 28 nema á 4 ára fresta, ára með 29 og... Það meikar ekki sens, sko. Þetta gregoríska tímatalið sem við erum eftir. Ég veit ekki hvað það er. Nei, ok. Hvað er Times New Roman tímabilið bara? Það er víst letur. Já. Þetta er ágætt. Það er ekkert mikið að frétta annum frá. En ert þú eitthvað að frétta hjá... Skagamönnum? Ný. Það gerist ekki neitt. Það er ekkert að gerast neinstæðar í fótboltanum. Nei. Þetta er hundleðilegt. Já. Rífið ykkur í gang og farið að kaupa ykkur að leikmenn og... Nei, við höfum eitthvað til að tala um, sko. Eitthvað smá. Bara pínlítið. Gúrkutíð. Heyriði það? Það gúrkutíð. Kitty vill fá eitthvað meira að gera. Náið ykkur í leikmenn. Hafið samband við hann og mig. Bara að búa til einhverja sögur og einhverja fyrirsækni. Come on, maður. Þú sagði, var ekki eitthvað frétt úr Eyjum? Varst þú ekki að tala um það? Nei, allt bara í rugli þar. Nei, það er eitthvað vesen þar. Stjórnarlegs eðlis. Held ég að segja þetta. Það er á fleiri stöðum. Vóðin ná ekki að manna stjórn, Eyjamenn ná ekki að manna stjórn. Já, það er eitthvað... Fólk nennir þess ekki. Það er eitthvað... Fólk vil vera að fá borga fyrir þetta. Það þarf að borga fyrir þetta. Það er bara þannig. Þetta er svo ógeðslega mikil vinna, þetta er svo miklu meiri vinna heldur fólk gerir sér grein fyrir, sko. Þetta er bara rosa. Þetta er hell, endalaust áreiti. Já. Og þú var ekkert fyrir þetta, sko. Ekki neitt. Svo væri bara skammir ef þetta gengur ekki upp. Þekki það, þekki allar þessar liða sem við erum að fara líka skammir þá að gangi vel upp þá er einhver pirraður eða það er alltaf einhver pirraður, alltaf einhver þessi. Þú var aldrei krediti, klappi að baki ef það gekk vel, þú var bara skammir ef það gengur illa. Þú var aldrei þetta jákvæða. Það er aldrei þórðagleiði í að vera stjórn. Ég veit ekki hvað maður að gera í þessu. Já, ok. Þú hefur svo gaman að þessu. Þú gleymir því, sko. Já, þetta er mjög gaman. Þið finnst þetta alveg ógeðslega gaman. Þá þangtum að fara ógeð og segi fólki, þá fara allir að tala um nú er vesen því að þessi fara á stjórninni en samt sem áður sko. Veistu hvað, hann er búin að hætta aftur, hótaði að hætta oft í stjórninni fram. Eðlilega. Oftar heldur en ég ekki talið, sko. Eðlilega. Og alltaf vera hann, já, sem getur nú í hættur, ég er búinn, ég get ekki meir. Nei, málið er að ég get bara ekki slitið mig frá þessu, þetta er svo gaman. Þetta er svo skemmtilegu félagskapur og yndislegt fólk og bara hitta fólk og vera með fólki og vinna með fólki. Ég held að fólki sem er kringu þess sé skemmtilegt en allt síðan fyrir utan það maður hittir þá líka, sko. En þetta er samt, þannig að ég var þarna í stjórn í smástund og svo einhvern veginn er maður bara svona mér langar aftur. Eina sem ég gerði á stjórnarfundi var að rífa kjaft, sko. En það var eitthvað svo sjúklega gaman að því að þá fór pirringurinn minn á það fólk og ég kom heim, sko, og það var rosalega þægilegt heima. Kallið bara fínt fyrir það að fá svona smá útrásir í pirringinu á stjórnarfundi. Nú erum bara vallaþulur í staðinn. Ekki erum pirruð það. Nei, hún er reynda mjög góð sem slík. Ég trúi. Ég kem sér út á Svalireglatíðinu. Já, heyrir í mér að yfir, sko. Ég er á Svölunum, sko, hérna með. Og Svalirna bera nafn, vissur það? Já, gott. Þú varst maður að segja mér það? Já, ég er búin að segja. Ég má gleyma nafninu. Já, gott. Hvað þetta er? Þetta er Valtarinn. Já, Valtarinn. Hann fyrir bráðum fara að sjá svona mynd á svona far í steipuna. Göngur yngur. Ert þú einn meira Svalir? Það færi annað fólk að vera með þér þarna? Já. Eða getur það að gera með þér? Nei, akkurat. Það eru bönn. Þetta er fyrir 16 ára eldri. Krakkar meg ekki vera þarna með hana leikstendur, sko. Það er orðbrað sem á sér stað þarna út á þessu svölum sem er ekki fyrir lítil eyru. Ég er reynda búin að laga mig. Já, hvernig? Það er bara, ég er orðin kurteisari í tali. Er það? Já. Fann uppfæra orðaforðan? Já, ég bara, veist... Ansans í staðin fyrir anskotans? Já, ég nota bara... Klaufi í staðin fyrir hálfviti? Já, akkurat. Eitthvað svona, vöndaðri orð og betri. Ég nota aldrei hálfviti. Ansans klaufi? Ég nota ekki hálfviti. Nei, ég segi svona bara... Vittlisingur er mjög vinsælt hjá þér. Já, það var. Nú er það klaufi. Já, hvað taka fyrir þessa leiktíð nokkur orð út. Ok. Hvað orð verður það? Batnandi mönnum best að lifa. Ég náttúrulega er ekki til fyrirmyndar og ég viðurkenni það alveg hér. Þú notaði ansans klaufagangur. Ég var það ekki, en ég er búin að lagast mjög mikið og er að reyna að vinna í sjálfum mig hvað það var. Ansans klaufagangur væri flott. Já. Þú ætti að fara að koma með eitthvað svona flott nýyrði hann út á fótboltavöllin. Já. Og aðeins út að koma með svona orðaforði sem er leyfilegur á framvöllin, dreifa því svona í stúkuna. Ég notaði bara, þetta var klaufalegt hjá þig dómari. Þú gerði það ekki. Nei. En þér langaði að gera það. Eftir að komin heim og segja, okkur sagði þetta ekki. Já, þetta er mjög góð setning, sko. Eitthvað svoleiðis. Þetta er á langt orð til þess að þú getur öskað þetta í sjálfsmár, sko.
Hlaupagangur. Já, ég segi bara hvaða vitleysa þetta? Já, það er annað. Já. Og þið inn að marka þar. Já, ég er inn að marka. Herri, þetta er gott í dag, eða ekki? Hvað er þetta með dagana? Dagana, þú gleymir. Gleymir dagana. Jesus Christ, maður. Ég segi bara djúmaður. Ansans. Taka þennan aftur. Ég og Latti tókum þennan nokkur sinnum. Já. National, það getur ekki verið. Nachos Day. Nachos dagur. Já, það er national núna. Hvernig býrð þú til nachos? Ég býð ekki til, ég bara kaupi sósu og... Býrð ekki til svona nachos sósu? Nei. Í opni? Nei. Já, alvörni. Nennið ekki. Bara rjómaost og þá ertu það búin til og bara mixa eitthvað saman. Hann er bara með gamlu góða Doritos sósuna, sko. Já. National Saxophone Day. Nei. Jú, það er í dag, saxofóndagurinn. Þetta á saxofón? Nei. Herðu, ég er enda ætlaði að læra hennar hljóðfæri. Ég tók túpu heim til mín, er það ekki stærsta hljóðfæri? Ekki túpan, er það ekki hérna risastóra? Túpan er stór. Ég tók svona túpu heim til mín og hérna, ég var ekki með stórt herbyrgi og... Hvað vaktir ekki allt hverfið? Nei, ég fó bara, sko, ég fór eina æfingu og mér langaði að læra stærsta hljóðfærið, tók þetta heim með mér og skilaði þetta svona 4-5 mánuði því að þeir komið alveg nóg, þetta tók allt herbyrgi mitt, kassin utan og svo túpan. Ég held ég hef aldrei blásið aftur, en mér langaði. Já. En löngunar var samt ekki meira það að ég hafði ekkert verið að læra á það. Job Action Day er á morgun. Hvað gerum við það? Það er bara líf og fjör í vinnunni. Líf og fjör í vinnunni, sko. Bara ógeðslega gaman. Já. Ætlaðu þú að vera mega æstur þá? Á K100 á morgun. K100 á morgun? Nei. Sveittur alveg. Nei, ég er bara öskrandi svona þú ert að lesa fréttirnar. Það er bara balans í fréttunum. Já, þú ert að vera svolítið svona æstur út að lesa fréttirnar. Nei. Jó, takk svona íþróttalýsingar. Ég ætla ekki verið eins og ég sé lýsingar. Að það komi gos? Nei, ég er ekki þar. Gos! Ekki, áfyrir ekki. Það er geggjar fréttir. Ég myndi alveg... Þá maður myndi lesa svona við. Það komi gos í Grindavík, það er alltaf að vera vitlaust og yfir til þín. Skilur þú? Ég myndi ekki horfa á þær fréttir, sko. Já, ég myndi drullu gaman að þig. Nei, þú hlusta bara á þessar, sko. Já, hlusta. Reyndar. Nei, sjúkrahúsið sprengt upp í Palestínu. Rólegur. Herðu, National Broadcast Traffic Professionals Day. Já. Hvað sagðirðu? Heyrðu þennan orðar. National Broadcast Traffic Professionals Day. Þetta er lengsta nafn á degi. Broadcast Traffic, ég skil ekki. Professionals Day, þetta er bara svona, þú veist, þetta er basically... Er þetta umferðar, Já, þetta er sá sem er bara í tæknistjórnaður mikið að vera, veist, margir skjáir og... Stendur ekki traffic að það? Broadcast Traffic. Er þetta gauri sem er að lýsa umferðar? Já. Það er umferðar. Nei, þetta er traffic, já. Það er umferðar nútriðna á Miklubrautinni, ekki fara þangað. Já. Kringlum er á brautina, Miklubrautina, er allt pakkað þar. Kemst enginn. Já. Úr 1,5 klukkutíma góðs farið Sæbrautina. Er það málið eða erum við að tala í alveg tala þetta er dagur umferðar fréttamenn? Við þurfum að laga þetta er svoleiðis. Guð minn almáttugur. Helviti, þessi röggma, ég miskildi það. Það er sann, er ekki erlendis, það er alltaf svona og yfir til þín. Segðu okkur hvernig umferðin er hérna á M6 eða eitthvað svona. Great British Game Week. Já, það hljóta að vera bara einhver tölvuleikir eða það ekki, eru ekki að tala tölvu, er þetta borðspilin eða hvernig er eða látbragðið eða hvernig leikir eru að tala Þann veit ekki sjálf Kynlífs, eitthvað svona leikir Hvað er þetta að tala Hvernig leiki? Já, þetta er hérna Celebrating Playing Board Games Card Games og Sport Games Veisla, það er gaman Tekur stundum í spil, Valtýr? Já, til Hvað spil þá helst? Bara ekki neitt, bara leik kabal Leggur kabal Það er aldrei í borðspil Já, ég er lélegur í skrabbúl, ég tap alltaf Já, það er aldrei fleiri borðspil en skrabbúl, sko Það er bara, þetta er miklu meira heldur skrabbúl og kabal Já, þetta er alltaf gert á jólunum Hvað? Og Trivial Pursuit og svona Trivial Pursuit eða Pictionary Ég er þokkalögur Ég er nefnilega alltaf að setja viskubrunnur Ég er þokkalögur þar Með ljósmynda minni, þú er búin að líka að lesa fréttir allir líf Þetta er bara spurning og fréttum, sko Já, það er svo Þannig að þú ættir að vita allt Þetta var hérna frændokur, vorum alltaf í þessu alltaf hérna vorum á jólunum hjá pappa annarkvæmt ár, það var alltaf með Trivial Pursuit eftir kvöldmjöld og hann hérna frændi minn, Valtýr frændi minn tók það ekkert um hann upp og hann fór með Trivial Pursuit spilin inn í herbyggi og fór að lesa þau fór að læra þau og var hann ekki dánað með það? Nei, sko systir mín hafði orðað á þessu Já, það fannst það að vera svindla sko þá þeir náttúrulega þeir
rúlu okkur upp þeir kallarnir sko, það átt að dæma okkur sigurinn sko, því að Valtýr litli frændi sem var heldur notabenni, hvað var hann, 11 og 12 ára á þessum tíma, var búin að vera að lesa spilin. Það er velgert hjá hann. Það er velgert hjá hann. Það er National Bittersweet Chocolate with Almonds Day. Það er á morgun. Möndlusúkulæði. Já, svo dögt súkulæði vantilega, bittersweet er ekkert voðalega svægt sko. Já, þetta er dögt. Og með möndli. Svo á morgun National Hug a Beer Day. Hug a Beer, það er svo björn. Bjössa ég verið að mæla með því bara svona þetta er svona tuskubánsi bara bánsansinn það er alltaf að ég ætla að tala um bara mæta að finna eitt grábjörn og reyna að knúsa hann bara svarta björn eða eitthvað bara að fara að knúsa hann ekki inn í Íslandi, ég er bara úti fyrir Yellowstone, fyrir jóga Jóki Björn Jóki Beer svo er hérna Number Confidence Week Number Confidence Week fyrir Confidence ég las þetta vitt er ég hún lesblind Confidence Week það er bara að fá þið sterkari gleru Number Confidence Week hvað þýðir, þú veist, er það bara að vera glöggur á tölur Nei, confidence er sjálfströst já, þú veist já, vera glöggur á tölur á þetta er svona meða við já Marsipan Week það er eitthvað fyrir þig það er vík sko já, það er fyrir þig 1. nóvember til 7. nóvember Nei, marsipan, þú ert í marensnum fyrir ekki Marsipan er gott líka já í mjög litlum skömmtum sko Hörðu hérna Talk Money Week það er líka þá illa við í dag þá er ekki peninga í dag það er búin með þá eða er Ríkið búin að taka þá já, þeir sem eiga peninga er búin að ná að spara þá er Ríkið búin að taka þeir sem eiga blá lánið nú ekki þegar búin að loka því nei, þeir eru búin að kaupa út allt það er ekkert eðlilega fúlt fyrir þá ef við höfum að gjósa þetta í blá láninu og þessi milljarða framkvæmdar hún er það engu því að þeir nefnilega þeir eiga svolítið lítið inni á samfélaginu eftir að tóku hlutabótalegin eftir að tekið einhverja milljarða út í hagnað þetta er allt tryggt samt já, kannski, þeir fá þá bara einhverja bætur í staðinn já, hvað ætlar að gera ef það springur alltaf undir og þú ert með 100 manns að núna í lóninu skilju, hvað, þú veist við gefum okkur 20 mínútur að rýma allt þú hefur ekki 20 mínútur að tala að ef þetta fer eins og þeir eru jafnvel að spá þetta getur komið á 3 mínútum það er ekkert eðlilega heimskulegt að vera aldursopnu núna ég veit það galið, heyrði, þetta er of gott við erum að fara að bara setja punktin hér takk fyrir slysalögmenn.is og þeir eru með eins og við vitum áratuga reynslu að hjálpa fólki sem að lendir í tjóni alls konar tjóni, sama hvað það er og ekki bara í umferðinu og slikt heldur bara alls konar, þeir eru bara alveg stórkostlegir svo er hann Halli og BK sem að Kitty heimsótti í dag hann er bjartsýttur hönd Everton og þeir líka tóku stig helgina og þeir eru mjaka sér upp töfluna en það er eins gott að gera það því að þeir eru að lendi því að 12 stig verða tekin að þeir kannski, ekki alveg rútt takk fyrir í dag, verðum hér aftur á miðvikudaginn og munið eitt Íslandi landið dásalegt, verið sæl